Þú leiðir för ég eins og segi, ég post-hippie kynslóðin, gömul sveitastelpa, norðan og... Byrjum bara þar, post-hippie. Hvað að vera post-hippie kynslóðin? Já, ég er fáum árum yngri en heldur en rjómin af 668 kynslóð. Já. Þegar ég er í gagnfræðaskóla, þá menntaskólinn fullur af hippum og fólki sem ég leit óendanlega upp til, sem hafnaði þessum gömlu gildum og samþykti ekki venjulegur og hefðbundnar reglur samfélagsins og var fullt af uppreisnar gírni. Ég leit taumlaust upp til þeirra. Mamma mín mikill hippi og hún ennþá með Lennon-gleraugu og svona, sko. Og ótrúlega smart. Hvað á hverju leistu upp til hippana? Frelsið, já. Höfnunin á sem gömlu gildum, já. Sköpun á einhverju nýju, já. Finna sína eigin rödd og hlusta á hana. Þetta var taumlaust glæsilegt. En í menntaskóla var ég bara í mussum og reykti pípu. Já, það ekki? Ég man að Nanna Röggvalds matgæðingur. Við vorum við vorum einu stelpunnar í mentó sem reyktum pípu. Já, Nanna Röggvalds, maður fljótur að gleyma. Já, matgæðingur. Mikli matgæðingur. Ég sagði nú einhvern veginn við hana að við hefðum báðar gert okkur mat úr hinum hefðbundnu kvennastörfum. Hún sem eldabuska og ég sem pössunapía. Það er rétt. Þegar tóku það svolítið upp á næsta level? Við tóku það alltaf upp á næsta level, myndi ég segja. Gömlu skólasýstunar, með pípunar. En hvað var þá, post-hippie? Var það þá, því það var, þú veist, það var þessi svona erki-hippa kynslóð. Post-hippie, þú segir og litið upp til þér, en voru þið þá ekki að halda þið áfram með það? Halda hippa stemningunni áfram? Já, nú verðum við að muna að diskó-kynslóðin skall á. Já. Þú ert bara svo ungur, elsku barnið mitt. Diskókynslóðin sem ég fannst náttúrulega fyrirlitlegasta af öllu. Okay. Þannig að þegar ég kem í nám suður þá hangi ég á borginni þar sem að væri þó helst sagt að sjá bregða fyrir almennlegu fólki. Okay. Ég var ekki í Hollywood helgar. Nei. Ekki nema allt væri þá lokaðan. Var þetta ekki, því að það er alltaf svona kreðsur, þú veist, þegar ég var að byrja að fara að skemmta mér, þá var þetta svona kaffibarinn og síðan var Kaffi Tomsen, það var svona meira svona techno og svoleiðis og svona ólíkir hópar. Aha. En var þetta ennþá kliftar og skornar að þarna? Það er bara disco versus þetta. Nei, það var miklu einsleitara. Miklu einsleitara? Það var það. Það voru bara nánast allir í diskokynslóðinni. Okay. Og við sem vorum svona post-hippie vorum dálítið á jaðrinum. Já, því ykkur langaði að halda hippatímabilin áfram. Við vildum halda áfram í uppreisninni og og svona mótmæli eins og í verandi ennþá í mussunum og þá náttúrulega fann ég mig afskaplega vel í leikskóla liðinu hjá svonefndum fóstrum á þessum tíma. Já. Allar bara í fjólubláum mussum og smekkbuxum ómálaða með slétt hár. Hvílík hamingja. Já, þar var ennþá uppreisnar hugsjónin. Hvað fannst þið vera fallegast við hippatímabili? Þannig að mitt þessi uppreisn og brjóta gegn svona þessum gildum og eitthvað. Hvað fannst þið vera flottast að þessu öllu? Kannski fyrsta tilraunni til að skapa fjölbreytileika á Vesturlöndum. Já. Að opna dyrnar að auknu í raun og veru. Þótt þessi fáránlegt að segja það. Í raun og veru opna dyrnar að auknu einstaklingsfrelsi. Einmitt. Að þú þyrftir ekki að fylgja ákveðnum straumi. Var þetta rosalega einsleitt fyrir það? Já, ég reyndar nú ekki, en ég man þess að tíð þegar að eldri systur mínar voru það var með túberað hár og stelpunir í sveitinu þessar sem voru eldra en ég alla með túberað hár í nælonsokkabúsum í stuttum pilsum og þetta var mjög einsleitt og konur fóru bara eina braut og karlar fóru aðra braut. Lífið var margfalt einsleittar, þannig ég myndi segja að eins stolt og ég af því að hafa haft mína fyrirmynd sem hippa Vesturlanda að þeir opnuðu þessa braut, þeir opnuðu einhvern veginn þessa hugmynd að lífið gæti verið fjölbreytt. Og þótt að hafi komið erfið tímabil eins og mér fannst diskotíminn að þá gerðu samt stórmerkilegi hlutir og það voru alltaf einhverjir sem voru aðeins að berja á dyrnar og þarna er síðan kvennabyltingin, hún fer síðan í gang. Það verður næsta bylting og svo kemur bylting okkar samkynniðra, gay hópurinn
svo bylting og það nóg eftir að byltingum. En Ísland svo margfalt fjölbreyttara heldur það var. Þegar ég krakki það bara engin kona sem að keyri bíl í minni sveit. Einmitt. Og þær voru alla með samskonar permanent. Einmitt. Ferðuðist milli bæja til að setja permu hver í aðra. Einmitt. Og allar í samskonar sloppum og samskonar spærifötum. Þetta var ótrúlega einslitt. Við erum svo fljóta að gleyma að jafn mikið og auðvitað má alltaf vera að bæta þá gleymum við því hvaða mikið búið að batna á frekar hröðum tíma eða stuttum tíma. Já, veistu það, ég segi nú eins og Silja Aðalstins frænka mín, Guði sé lof fyrir nútíman. Einmitt. Eigum við aðeins átt okkur á því. Einmitt. Við erum dálítið mikið ofta að tala niður, þú veist, það þetta og þetta hræðilegt og þetta hræðilegt, en það nú bara margt býsna gott. Ég veit það, Sölvi, ég orðin svo hallærisleg að ég kannski í hópi með ungum fólki og einhver fyrir að einmitt að tala niður, eitthvað sem sérdeilislega ömulegt og hræðilegt á Íslandi og það hljóttur bara miklu betra að brú bara í Grikklandi eða hvar sem annars staðar en hér á landi, endalaus spilling og endalaus þetta og niðurskurður í heilbrigðiskerfinu og ég alltaf, já, finnst sko samt ekki merkilegt að við skulum vera með lægsta barnadauða í heiminum í dag. Bara þegar að mamma mín fættist, þá höfum við örugglega verið með þeim hæstu í Evrópu að missa bara börn sem fættust heil. Og við bara mistum þau. Og fór bara, já, ég meina það, þetta bara velferðin á Norðurlöndum, en það breytir ekki spillingunni eða eitthvað og ég já. Og svo finnst mér líka alveg stóra merkilegt hvað atvinnuleysi alltaf lítið á Íslandi. Það bara... Ég veist að ég Þetta rétt. Við erum búin að fara frá því að vera bara eina fátækari þjóðum í vesturheimi fyrir heimstyrjöld yfir í að vera það sem við erum núna og við gleymum því stundum að tala það sem hefur verið gott og velgert og að það hefur nú eiginlega bara aldrei verið betra að vera til heldur en akkurat núna sko. Ég veit það, pabbi fæddur danskur þegn og mamma, já, hún reyndar aðeins yngri og ástandið svo víða. Það var gríðarlega fátækt og það var ekkert bara í sveitum eða slíkt, þetta var líka eins og í Reykjavík og fólki sem verið að flytja suður í vonum betra líf og það var bara gríðarlega erfitt og ömulegt ástand. Þannig að ég ætla að halda áfram að syngja með söng, vera þessi bjartsýna, vera þessi jákvæða vegna þess að allstaðar eitthvað að. Alltaf. En mamma sko sem að varveitti sjúkrasamlags skírtinni sitt svo vandleg og fann svo merkilegt að þjóðin hefði byggt sér upp sjúkrasamlag. Ég ætla bara að standa með þessu. Já. Það alltaf mikið flott sem við höfum gert. Einmitt. Það þýðir ekki að við getum ekki haldið áfram. Sjálfsögðu. En ég vildi ekki að hlusta á fréttir fyrir hádegi og ég les aldrei kommentakerfi. Nei. Ég hef ekki lengur... Ekki hlusta á fréttir fyrir hádegi? Það regla þar? Já, ég reyna að kíkja frekar á það eftir hádegi því að sko fyrir hádegi þeir ekki búið með nema kannski 2 tebolla ég fer bara að gráta yfir ömulegum fréttum. Þetta bara ómikið. Þetta bara ómikið, ég get þetta ekki. Ég alveg sammála, ég búin að skilir það, eða heilin minn virkar þannig að ég vil bara fá að byrja daginn minn og koma mér í gang og ég mun móttækilegri fyrir einhverjum leiðendum þegar ég svona dálítið vel vaknaður og búin að gera eitthvað. Þá þolur þetta betur. Þá þolum við þetta betur. Þá ertu búin að byggja upp varnirnar. Já. En þegar við vöknum þá erum við bara heilug eins og nýfætt börn. Þess vegna finnst... Við erum svo heiluð af því að sofa og þegar þú vakna þá eru engar varnir uppi og þá erum við eins og lítil börn og eins og börn. Þá þolum við ekki þetta ömurlega neikvæða erfið og ég tala ekki það sem við getum ekkert gert í. Bara einhvern taumlausan sársauka yfir börnum, gröfnum undir rústum. Ég fann þetta allavega með mig að þegar ég var með þessa leiðulegu venju að byrja alltaf daginn minn á að rjúki síman og eitthvað og þetta ég er löngu hættur þessu sko, bara kemur ekki til greina að fara að skoða eitthvað fréttir áður en ég er búin að opna augun sko, bara ekki að ræða það sko. Nei, og ég er ágætlega viðkvæm fyrir, ég þarf að gæta sjálfur mér ég get orðið svo leiðinleg og ömurleg ef ég myndi æfa þá hlið og svo þarf ég bara að passa mig. Við erum öll í fjölskyldunni með tilhneigingu til geðhvarfa. Mamma var mikill sjúklingur, manju-depressív og ég finn það alveg á sjálfur mér þegar að koma svona erfiðari tímabil þótt ég hafi nú sem betur fyrr og verið mun hefnari heldur en hún. Þetta betur aðstóð í dag. Heldur það var. Miklu betri. Og ég þarf bara að muna það alla daga að ég get lent bara illa í því
ef ég passi ekki upp á sjálfa mig. En þú komst inn á frábæran punktum og þú sagðir ef ég gæti orðið rosa góð í að vera leiðilega ef ég myndi æfa mig í því. Já. Erum við ekki stundum dálítið mikið að tala of mikið þetta eins og við ráðum ekki yfir þessu? Það er að segja, eins og þú segir, það er hægt að æfa sig í jákvæðinni, það er hægt að æfa sig í, heilin í okkur hann er ennþá móttanlegur, því svo ekki eins móttanlegur eins og hjá börnum, en við getum haft svo mikil áhrif og þetta er bara eins og með græna hliðinu upp þegar var að vera þaukulegi í Hafnarfirði hérna fórðum og verkstjórinn kallaði reglubundið til strákarna sem voru að leggja þaukurna bara græna hliðinu upp strákar að þetta er bara svona, ef þú minnir þig ekki á það leið og ég fer að æfa eitthvað annað heldur en jákvæðina mína þá getur farið illa fyrir mér. Ójá, alveg skelfilega. Við getum æft hvað sem er. Já. Ég tek undir þetta sko og minnst einhvern veginn að mætti alveg leggja mér áherslu á þetta þegar fólk er að glíma við vandræði að það er kannski ekki alveg auðvelt fyrstu dagana, bara alveg eins og allt sem maður æfir, en þú átt að æfa þakklæti, æfa ákveðni, æfa. Já. Þetta er bara svona, það er valfundur þegar þú vaknar á mótana. Valfundur er nokkuð sem er velþekkt innan hjallastemnunar og það er það að börn eru reglubundið yfir daginn að velja á svona kerfisbundin hátt hvaða viðfangsefni þau ætla að vera að fást við og hvað þau ætla að leika næsta klukktíman og þau eru bara mjög vön í þessu og velja af öryggi og læra tiltölulega fljótt að það er ekki alltaf allt í boði og þá þarf bara að harka það af sér og velja eitthvað annað og finna gleðin í því og þetta er svona frasi hjá okkur hjallastemnufólki, við segjum gjarnan já, það er ekki bara einn valfundur í lífinu það eru margir valfundir á dag þú getur alltaf haldið nýja valfundi í lífiðinu og fyrsti valfundurinn er þegar þú vaknar á mótana. Þetta er mjög góð punktur. Hvað ætlar að velja í dag? Ég vaknaði morgun, mér langaði svo sem geta fættur mándagur og eitthvað og ég get alveg svona farið að hugsa bara nei og systir mín í heimsókn ég geti verið að tjatta við hennar fram yfir hádegi og svo bara við sjálfum hennar frá að hittast fínt, þá er bara að fara að gera allt sem ég þarf að æfa til að vera jákvæð og glöð algjörlega morgunsturtan og tekur hérna hvernig er morgunrútínaði? Sko þegar ég vakna ég er orðin miklu mildari við sjálfa mig á mótnana af því að ég geng ekki lengur fyrir því að þurfa að mæta 8:00 ávalt og alltaf hreint. Mikið dásamlegt. En ég er svona vakna í áfengum. Ef ég er þreytt þá hugsa ég... Vaknar í áfengum? Já, fyrst vakna ég kannski dálítið snemma, kannski 7:30 og þá hugsa ég ætla að sofa þess lengur, ég ætla að ræða við undir meðvitundina. Og svo held ég að sofa. Þá dreymir mig eitthvað svona og hvort sem ég máði eða ekki þegar ég vakna þá trúi ég því eftir ég las bókina Why We Sleep hún er frábær stórkosti, hún bara breytti sín minna á svo margt og þá hugsaði ég tók einmitt klukkutími viðbútt í morgun og þá bara hugsaði ég nú er ég búin að ræða við undir meðvitunduna ég er þá miklu betri núna eftir að hafa bætt við þessum klukktíma svo þarf ég að fá tebollan og ég á dásamlega konu náttúrulega, Lilja mín er besta kona í heimi og hún er þessi árriðsula og vaknar undan þér og oft byrjuði að vinna, hún er rithöfundur og vinnur mikið heima en hún er búin að fá sér kaffið og þegar ég er að hafa mig á fætur þá er hún gjarnan búin að laga teið mitt engin morgunrútina nema að drekka fyrsta tebollan. Þú farið svart te? Svart te svart eins og syndin ég gæti ekki drukkið kaffi í hófi þannig þá fór ég te Gast ekki drukkið kaffi í hófi? Nei. Ég ger alltaf allt í óhófi Hvað kallar í hófi? Ég er dálítið erfiður með kaffi ég er mjög góður ef ég næja að halda mér í 2 til 3 en stundum fer ég upp í 4-5 Það er engin neysla Nei. Þú ert maðurinn sem átt að drekka kaffi Ég var kaffidrykkjukona á tíma stóru kaffikannana þessara risastóru sem suðu kaffið allan daginn það var mjög göróttur drykkur Og erum við að tala að þú talið bollan í tögum eða? Já, 10-12 bollar yfir daginn var smottir í En svo Hugo Chávez, ég held að hann hafi verið 14 espresso á dag En sem sagt ég þarf ekki að vakna því áfengum verið svona aðsmildur við mig rætt lengur við undir meðvitundina mér finnst ég þurfa á því að halda svo er það tebollin og svo er að fara aðeins út við búum upp Elliðavatn í óendanlegri fegurð í gömlum sumarbústað og að fara bara út fyrir dyrnar og teygja út armana og umfaðma heiminn og þakka fyrir mig
það er mín bænastund og mín þakklætisstund. Það er einmitt eitthvað sem að fólk kannski áttar sig ekki alveg nóg mikið á að þetta fara strax út undir dagsbirtu, að því talandi svefnin, að þú sendir heilanuðinum dagsbirta svo margfald sterkar en innibirta, þá fær heilin strax að vita nú komin dagur, setja staður réttastar sem þannig að það er auðveldara fyrir með að sopna kvöldi, sko. Á réttum tíma. Já, og svo súrefnið. Og svo súrefnið, fá ferskt loft. Að fá loftið sem er utandyra og að því ég bý í náttúrunni að þá horfi ég bara yfir elliðavatnið og trjágróðurinn og fjallarhringinn og þetta er fegurð. Ég eftir því sem að maður, þú sagði náðan að ég veri ungur, en eftir því sem ég eldist þá er ég alltaf farin að kunna meira og meira að meta það ef ég er einhvers staðar í útlöndum að leigja mér einhverja gistingu sem er aðeins fyrir utan, þannig að ég geti byrjað daginn minn á að fara eitthvað svona mitt út í náttúruna og núna bara helgina var ég mitt upp í sveit, sko, svo geggjað að fara með kaffi, ég er í kaffinu, sko, fara með kaffibollan út og fá ferskt loft, fá smá sólaljós, bara, mér finnst þetta alveg svona, þetta er heilög stund, sko. Og fyrir mig er þetta bara 2-3 skref. Einmitt. Það er ekkert meira en það. Einmitt. Hún er búið að lengi. Já, horfa svo hænurnar og svona, spjalla og þetta er. Já, ég þarf minn tíma. Þetta er svona vöknunar áfangarnir mínir, margir. Við erum búin að vera í 4 ár við Elliðavatn. Já. En þá var ég búin að vera upp við Hafravatn, sem er orðið ennþá lengra frá öllu saman. Mér leita ásamlega þar, en ég og kona mín, við héldum upp á 20 ára sambúðaramælið okkar með að fara í fjarbúð. Já, ok. Já, við áttuðum okkur á því að við vorum farnar að ganga svolítið að hvora annari sem gefinni og vorum kannski ekkert að æfa okkar besta saman. En við vildum alls ekki slíta sambandinu okkar. Þetta finnst mér vera vel hugsað hjá okkur. Nei, þetta var að ganga dálítið erfilega og við vorum hjá hjónaráðgjafa og það er nú bara það mikilvægasta sem við getum gert fyrir þig. Það er að fá frábært fólk til í hjálpa þér. En við fundum að við vorum frekar að stefni skilnaðarátt heldur en hitt og við tímdum því ekki. Þannig í staðinn fyrir að láta okkur reka sofanda einhverju feigðarósi svo ég gerist drama. Þá ákváðum við að verðlauna okkur í fjarbúð. Hvað er langt síðan að þið gerðu þetta? Og svo vorum við í fjarbúð í 5 ár. Og hafði það ekki bara frábær áhrif? Frábær áhrif. Það ekki? Og svo í lokinu, og svo endar náttúrulega með, við vorum alltaf meira og meira sama hvort þið var. Einmitt. Nema Lilja var niður í miðbæ og ég fór upp á Hafravatni. Merkilegt. Hún var í bænum og þú varst í náttúrunni? Já. Ok. Og svo gerðum við bara kompromiss þegar við ákváðum að flytja saman aftur. Og eftir 5 ár, þá vorum við með 25 ára ammælið okkar og þá heldum við upp á það með að flytja saman aftur og þá var þetta kompromíið að fara upp að Elliðavatni það sem við örstuðt í búð og veru svona ennþá inni í borginni dálítið en samt algjörlega í sveitinni. Já, geggjað. Þannig að það var okkar niðurstað og við höldum að við förum ekki fett. Er þetta ekki, við erum ekki enn byrjuð að ræða það sem finnst svo gaman þegar maður fer í svona flæði í spjallinu, sko. En er þetta ekki þetta sem voruð að tala dálítið svona ef maður er alveg kannski, þetta er kannski svona eitt af því sem endar mjög mörg hjónabönd að fólk fer að taka hvort öðru sem of sjálfsögðum hlut. Já, gleymir þakklætinu og gleymir fer að taka eftir því neikvæða og allt þetta. Já, hættir að hugsa það sem að upphaflega dróð þig að þessum einstaklingi. Einmitt. Og það er ekkert auðveldar í heimi heldur en að reka eins og ég sagði áðan steinsofandi að þessum feigðarósi og sumir meira segja róa kappróður að umrættum feigðarósi þú veist af því stundum horfum ára fólk og þú sérð alveg hvað er að gerast þú sérð það nákvæmlega og fólk hamast við að komast ángað og svo springur hjónabandið því þú ert komin að feigðarósnum þá ertu bara að fara að horfa á einhverja aðra og skapa eitthvað og sérð ekkert lengur í því sem þú áttir. Liggur rosalega mikið á að komast í nýja vegferð að því að fara að nýjum feigðarósi. Ég veit það og ég er ekki einu svona grínast. Nei, ég veit það. Þú sérð ekki situasjónuna fyrir þér. Jú. Nú sé ég fólk sitjandi sitt hvorum kajakinum, þú veist, að róa lífróður að sama feigðarósi til að koma sundur af því að bara óhamingjan er orðin mikil en þú ferð alltaf með óhamingjuna þína með þér. Akkurat.
Þegar þú bröltir upp úr fæðurósinum, þá ertu bara með bakpokan fullan af óhamingju áfram. Einmitt. Þú skalt ekki halda að þessi ósafi hafi bjargað þér. Þú verður að hafa fyrir því sjálfur Sölvi. Það er svoleiðis. Og það er einmitt þetta. Ég held að sé lykilatriði í að viðhalda góðu sambandi að maður vakna á morgnana og hugsi ég er þakklátur fyrir að hafa þessa manneskju í lífi mínu. Aftur með að æfa sig. Já. En því það er svo auðvelt að fara í eina áttun og byrja að taka eftir því sem er slæmt og þetta er nú svona og þetta mætti nú vera betra og grasið er grænna hinum megin og allt þetta sko. Ég veit, þetta er með grasið áfram. Já. Það var hlegið að hafnfirðingum því það voru myndir á hvort liðin ætti að snúa upp á þökunum. En það eru bara dálítið margir sem vakna á mótnana og hafa ekki hugmynd hvernig það er alltaf að snúa þökunum sínum í dag. Alveg rétt. Þannig að við lærðum algjörlega að meta hvor aðra upp og nýtt. Geggjað. Og ég þakka fyrir líf mitt á hverjum degi. Geggjað. Og svo náttúrulega glími ég eins og aðrir. Ég er með púka á svona annari öxlinni stundum sem byrjar að hvísla eitthvað að mér. Og það getur verið svo erfitt þegar púkin byrjar. Einmitt. Er það ekki bara hlutaði að vera mannlegur? Eða vera mennskur, að vera með hann púka? Jú. Og og læra smám saman að taka hann í sátt og... Já, heldur einhver sé púkalaus? Mjög góð spurning. Aha. Maður sér stundum fólk sem að lifi þannig líf að maður hugsar þessi bara alveg púkalaus. Já. Ég trúi því ekki. Hvað heldur þú? Ég er stundum að vona að einhverju séu það, en samt þekki ég engan, allavega ekki af þeim sem ég þekki vel. Nei, einmitt. Sem glímir ekki við sinn púka. Einmitt. Og svo þetta púkar þeir bregða sér í allskyns líki og fara að kvísla einhverju bulli og þá kemur æfingin aftur. Þetta snýst alltaf æfinguna. Æfingin í að rökræða við hennan púka sem situr þarna og tekur að sér stjórnina stund og stund. Rökræða við þetta kvikindi. Já, einmitt. Þú þekkir þetta? Ég þekki þetta. Já. Og maður einmitt að stundum að gefa hann nafn og jafnvel sjá hann fyrir sér og þetta sko. Já. Mér langaði að spyrja það aðeins út í að þú nefndir áðan 2 byltingar. Já. Fyrri byltingin, það sem hún kallar kvennabyltinguna. Að því við erum svolítið núna búin að vera í, ákveðinni tegunda feminisma núna á síðustu árum, en þessi kvennabylting sem þú ert að tala um, er þetta ekki, hvað er þetta, kringu 1980 eða? Þetta eru rauðsokkurnar. Og þetta er í raun og veru áður en Ingibjörg Sólrún kemur inn í stjórnmálin og áður en Vigdís Finnbogadóttir verið forseti og... Já. Þetta er svolítið svona undanfærin af því. Já, þetta er undanfærin að þeirri hreyfingu allri og hluti auðvitað af rauðsokkunum voru gamlir hippar. Einmitt. Sem voru enn í baráttu fyrir hugsjónum en á þessum tíma var lífið svo allt öðruvísi. Þá var mín gamla stétt sem var að berjast fyrir leikskólum og fyrir svonefndum dagheimilum til þess að konur ættu möguleika á því að vinna, konur ættu möguleika á því að vera í námi. Einmitt. Og jafnvel einstæða mæður getur unnið fyrir sér. Einmitt. Ef ekki var eiginmaður inn í myndinni sjáðu til. Hvernig er þetta? Því við erum aftur, nú er ég að tala ég er einn af öllum, maður er svo fljótur að gleyma. Heyrðu, gullið mitt, hvenær ertu fæddur? Ég fæddur 78. Dóttir mín er fædd 75? Ég er eftirumlega fertur, já. Já. Og þannig að hérna frá sér ég jæja sonur. Já, það er ekki ágætt. Það er fínt. En því maður á svo erfitt með að heilin í manni venst bara því sem maður venst og maður á svo erfitt með að setja sig í þessi spor að það hafi í alvörunni verið fyrir ekki lengra síðan að það þótti bara skrítið að konur verið að gera þetta, það þótti skrítið að konur verið að gera þetta, konur mátt ekki, manni finnst þetta einhvern veginn svo fjarstæðukennt í dag. Já, og það nefnilega var hluti af því þegar ég fór að vinna í leikskóla eða á dagheimili fyrir tómatilviljun, eða þar að segja ég verið að kalla það tómatilviljun að eignast barn. Það fyrir svona eftir hvernig við lítum á það, en í raun og veru var það tómtilviljun. Okay. Og ég vel að hætta í skóla og fara að vinna fyrir mér ásamt barnsföðurnum. Ég var harða ákveðin í því að standa undir sjálfur mér, fjárhagslega lífinu, að vissulega ég féll fyrir þessum börnum og ég féll fyrir þessum möguleika að geta bara breytt heilum degi fyrir börn sem kannski áttu ekkert of gott. Einmitt. En hitt sem ég féll fyrir, það var þessi samfélagsbreyting
sem að dagheimilin og leikskólanir stóðu fyrir og þessar konur sem var að vinna á þessu sviði, þetta voru baráttukonur sem voru að bara byggja upp nýjan veruleika fyrir konur. Því að grundvöllurinn, ég bara sjáði í COVID, hvað skiptir mestu máli að halda gangandi í samfélaginu? Það eru leik- og grunnskólar. Við vitum þetta. Algjörlega. En við vorum að berjast fyrir þessum möguleika. Þetta var kvenfrelsisbarátta og ég heillaðist ekki síður af því. Og svo var þetta líka róttæk barátta fyrir börn sem að bjuggu við báar aðstæður. Börn hafa gert það. Það er til fátækt á Íslandi ennþá. Og það er líka til félagslega fátækt og ýmiss konar örðuleikar. Og hér á árum áður þá áttu börn forgang á dagheimili sem kom úr erfiðum aðstæðum. Og þannig að það var líka svona kannski þessi róttæki partur á hjartanu líka sem slóð þangað að vinna eitthvað gagn fyrir þá sem að voru aðeins minna lánsamir en aðrir. Akkurat. Hvernig varst þú eitthvað í kvennalistanum eða? Nei, ég taldi mig á róttæka fyrir það. Þú taldi mig á róttæka fyrir það. Því ég ætlaði að spyrja það sko, þegar að það kemur bara sérstakur stjórnmálaflokkur kvennalistin. Baráttu efni þeirra á þeim tíma voru alltaf öðruvísi heldur en baráttu efni þeirra kvenna sem að berjast fyrir hönd kvenna í dag og eru svona kannski talsmenn feminisma í dag. Þetta er rosalega ólíkt. Þetta var náttúrulega, sér kapli í Íslandssögunni. En máli er að á þessum tíma var róttækasti stjórnmálaflokkurinn var Alþýðubandalagið. Og ég gekk náttúrulega og gerðist heit trúaður Allaballi. Allaballi. Hver var yfir Alþýðubandalagið þessum tíma? Svavar Gestsson. Svavar Gestsson, alveg rétt. Ótrúlega góður stjórnmálamaður og góður maður. Hann var flott. Ég lærði mikið í Alþýðubandalaginu. Og ég þekkti bæði tíman hans Svavars og svo Ólafs Ragnars. Og last Þjóðviljan og... Já, hamingjan sanna á hverju morgni. Það var svo gott að þurfa aldrei að hugsa. Ég bara tók fréttirnar og vissi nákvæmlega hvað var að gerast bara í lífinu og hvað mér ætti að finnast það. Það var þetta var dásamlegu tími margt. Einfaldleikin. Hann er góður, fjölbreytileikin reynir mér á okkur öll. Þannig ég las auðvitað Þjóðviljan á hverju morgni. Og meira sjá rauðuljós í leiðinni vinnuna, gat ég lesið Þjóðviljan. Og í mínum huga var kvennaframbúðið og kvennalistin. Ég var vissulega ansið teygð á milli, en upplifin mín var að ég ætti lítið sameiginlegt með hægri sinnuðum borgaralegum konum. Fannst þér það vera of mikið til hægri þá? Kannski ekki til hægri, en jú, mér fannst einhvern veginn að það ekki samræmast minni hugsun sem róttæk kona að berjast fyrir og í láglaunastétt og fyrir heimsbreytingum fyrir þá sem að stóðu verra en aðrir en kvenfrelsisparturinn gerði þetta aðeins erfitt en ég vil ekki alveg segja heyrðu, segjum þetta bara, hvaða vesen er þetta? Mér fannst ég ekki alveg eiga samleið með íhaldsömum sjálfstæðiskonum. Ég man að við kölluðum þetta slæðukonurnar og draktarkonurnar sem voru komin í jakkafötnum bara með pilsi. Ég gat ekki skilið að ég ætti eitthvað sameiginlegt með þeir. Ég vil svona keyrt fram hjá Valhöll með góðu móti. Ég var svo róttæk. Þegar Þarna sér við hipparnir, ég meina að mamma mín fór að mókaða skurði fyrir gastró, fótti kúpu. Auðvitað. Hún var hippið, en ég er aðeins yngri en hún. Aðeins yngri, já. En á þessum tíma, þá trúði ég svo sannarlega að íhaldið væri verst af öllum. Og einhvern tímann var ég stödd í Valhöll að taka á móti frelsisverðlaunum Kjartans Gunnarssonar. Og það var fyrir að opna rekstrarform í skólamálum og ég hafði mjög gaman af því þegar ég hélt þakkaræðun að segja söguna af því þegar að konu mín var að vinna þannig í næsta húsi og var í vaktavinnu og ég var að sækja hana á kvöldin og öllum tímum en ég fór alltaf lengri leiðina
að hennar vinnustað til að þurfa ekki að keyra fram hjá Valhöll. Nema eitt kvöldi ég orðið alvarlega sein og ég hugsa bara nei, nú liggur við hjónaskilnaði, hún samþykki þetta ekki og ég ákvað að taka styttri leiðina og keyrði yfir bílaplani hjá Valhöll, en ég passaði mig á að halda mig eins utarlega á bílaplaninu og ég gat og ég fekk raunverulega gæsahúð þegar ég hugsaði bara þarna húsið þar sem að launráðin eru brugguð. Svona trúið var ég. En síðan svolítið írónískt að síðan gerir þú ákveðna hluti í menntakerfinu sem svona ætti að falla dálítið vel í kramið hjá kannski hægra fólki. Já. Svona snýst þetta hringi. En þegar ég var ungkona þá hefði það heiti sem ég verið að gera. Það hefði bara verið kallað held í atvinnu lýðræði og valdi til fólksins sem vinnur verkin. Ég ætlaði að spyrja þig. En svo áttaði mig á því sem sagt. Ég áttaði mig á því að það ekki munur á vinstra og hægra fólki ef þú ert bara að berjast fyrir kvenfrelsi, fyrir börn, fyrir skólamálum og ég sagði einhvern tímann ég hvorki vinstri manneskja né hægri manneskja. Ég skólamanneskja. Einmitt. Og þar get ég unnið með öllum sem að deila þeim hugsjónum með mér. Hægri og vinstri sann að sagna orðið dálítið útþynt. Það ekki? Út af því að þú nefndir á þann íhaldið. Já. Og mér veist, ég var nú með Loga Bergmann í einum af fyrstu þáttunum mínum og við röppuðum og ég var rosalega sammáluna með það að maður sér gamla stjórnmálamenn skrifa greinar, kannski í Morgunblaðið. Já. Og maður getur bara ekki séð, varstu sjálfstæðismadur eða varstu í alþýðuflokknum eða alþýðubandalæna því þeir eru allir sameiginlegt að þeir eru íhaldsamir. Já. Hægri vinstri, þannig að ég svolítið fann að sjá þetta meira sem kannski íhald versus frelsi og róttækni, sko. Já, og í mínum huga, ég tel mig róttæki í dag og ég hef alltaf verið, hvað sem ég að gera, ég átti samt mjög bágt þegar ég tók þessi ákvörðun að fara út í sjálfstæðan rekstur en eftir að hafa gengið á hvern vegginn og fætur öðrum í opinberum rekstri hjá félagshyggjuflokkum Jamtog og íhaldinu og þar sem ég upplifði sömu valdbeitingu frá pólitísku valdi, frá embættisvaldinu, gleymum ekki embættisvaldinu. Máli bara ég fyrirlít allt vald sem að fer gegn fólki og möguleikum okkar til að sinna því sem við viljum sjálf. Hvað ég sammála þér. Og ef að fólk vil kalla það frjálshyggju eða ef að fólk vil kalla það frelsi og möguleika þeirra sem að eru að vinna tiltekin verk, veist að mér bara slétt sama orðið hvað fólk kallar það, nefnum ég hef stundum orðið aðeins sár út í mína fyrrum samherja sem hafa litið á baráttu mína í skólamálum sem einhverja frjálshyggju baráttu. Ég veist að ótrúleg grunnhyggni. Ég skil svo rosalega vel hvort að tala vegna þess að þegar þessi hugtök hafa byrjað að finnast, þá líður mér svo mikið eins og bara býtu ef að ég vil að við eigum alltaf að standa vörðum frels okkar, við eigum að alltaf að passa að ríki sig ekki að vasast of mikið í að skipa hvernig ég á að gera þá ég ekki orðin einhver svona öfga hægri sinni eða öfga frjálshyggjumaður. Ég bara með heilbrigða skynsemi. Þú ert með heilbrigða skynsemi, þú ert með einhverja skoðanir, þú hefur einhverja sýn á lífið, þú kannt ákveðna hluti til þeim, þú ert fáránlega góður í að tala við fólk. Þú ert fáránlega góður í því. Þakka þér fyrir. Og þú vilt gera það á þinn hátt. Meina, hvað að því? Af hverju þarf það að vera í gegnum hið opinbera? Af hverju ætti ríkið eingöngu að stjórna því hverjir heyrast á öldum ljósvakans? Af hverju þarf að kalla það einhverju sérstöku nafni að þú veljir og viljir nota þína hæfileika og tiltekinn hátt, kannski gengur það innan kerfisins, ég reyndi innan kerfisins, ég ástríðumanneskja, mér finnst ég bara ágætlega flinkið því sem ég hef gert, en það rúmaðist ekki innan kerfis. Ég bara rakst aldrei með í hópnum. Og það ekki líka þá þannig að þú inn í kerfinu rekstu síðan á fólk sem stafar kannski ógnaðir og þá ekki endilega verið að velja þá bestu af því að mér stafar ógnað einhverjum og þá vil ég bara hafa hann úti. Nákvæmlega. Því miður, þetta verður bara dálítið svona. Og í raun og veru, kerfið hefur ekkert viljað tala við mig í einhvern aldarfjórðung. Það svoleið? Auðvitað. Hvað heldur að gerist þegar að það í fréttum að í rannsókn Reykjavíkurborgar á einelti í grunnskólum, að þá var aðeins einn skóli þar sem að mælist ekki einelti. Ég er ekki að segja að það hafi ekki verið eitthvað einelti í gangi eða eitthvað þá, en það getur nú enginn þvegið hendur sínar og sagt ég er heilug eða heilagur.
en eini skólinn sem að mældist ekki með einelti á meðan að allir aðrir skólar gerðu það. Heldur að einhver hafi ringt í mig? Ég ætlaði einmitt að spyrja, er þá enginn sem kemur til þín og segir þú ert að gera eitthvað rétt, hvernig getur við... Já, þetta er fáránlegt. Það var eitt foreldrafélag sem baði mig að koma og halda fyrirlestur í skóla hjá sér. Mér fannst afar vænt það. Enginn annar talaði við okkur. Heldur einhver hafa samband þegar að við höfum gefið út tölur það að drengir í hjallastefnunni eru að koma muni betur út námslega. Heldur en allir samanburðarhópar. Heldur einhver hafi lyft tóli? Heldur einhver vilji vita eitthvað það? Ég myndi ekki gefa mér að það hefði enginn gert það. En þú ert að segja mér það núna. Já. Eða heldur einhver hafi lyft tóli til að heyra eitthvað svona, í kerfinu, hvað hjallastefna geti lagt fram af reynslu og öðru slíku í jafnréttismálum í skólum. Nei. Þannig að þannig er þetta og kerfið og þannig að komum við að einu grund og allar atriði sem róttæktu vinstri fólk nær ekki að sjá. En það er að kerfið verður íhaldsamt í eðli sínu. Það er eðli allara kerfa. Akkúrat. Og þess vegna er það sem þegar ég var ungu maður og einhvern veginn, ekki það ég er það kannski ennþá Mundu sonur, þú ert enn ungur. En að þá fannst mér alltaf einmitt svona það að vera vinstri sem það var einmitt að vera frelsi og það er að vera umburðarlindur og allt þetta, en svo er einhvern veginn það að byrja að snúast út af því að þegar vinstrið fer inn í stofnanirnar þá verður það eins og þú segir í eðli sínu íhaldsamt. Það verður í eðli sínu íhaldsamt og við skulum ekki gleyma því að það var Bismarck sjálfur ef ég man rétt sem ekki hvað síst byggir upp fyrirmyndina fyrir Evrópu að ríkinu sem að þessu alltum líkjandi ríki sem verndar þegnana sem byggir upp einhvers konar tryggingarkerfi og hjá honum var þetta ansvar við bolsévismanum. Þetta var ansvar við sem sagt byltingu verkalýðsins að ef að ríkið, ef að hinn ráðandi stétt bara toppstéttin sér til þess að það sé haldið utanum þegnana og þeir eru verndaðir á aukinhátt og atvinnuleysisbætur og fleira sem að kemur inn í myndin í þessari hugmynd ríkið að þá er engin þörf á byltingu. Það var argumentið. Og ennþá erum við að rífast einkaframtak versus sameiginlega ríkisábyrgð. Mér langar aðeins að koma inn á eitt núna því við erum að taka þetta viðtal núna þegar það er verið að herða aftur reglurnar í COVID. Já. Þá er eitt sem ég hugsa strax sem er allir sem er að taka ákvarðanirnar er á launum hjá ríkinu. Geta þeir skilið fólk í enga business sem er að missa fyrirtækin sín sem það er innbyggð skekkja að allir sem er að taka ákvarðanir eru öruggir vinnunni sína, öruggir launin sín að þeir eru á launum hjá hennu opinbera. Þeir eru allir í vellaunuðu inn í jobbi. Akkurat. Eins og við kölluðum þetta í gamla daga. Er þetta ekki eitthvað svona umræða sem þarf aðeins að taka? Væri, að því nú séum að fólk alveg trillt yfir því að það væri verið að reyna lobby í ferða, væri ekki eðlilegt að fólk úr engageiranum yrði lyft að borðinu? Það mikilvægasta er að sem flestar raddir og sem flestir komist að öllum borðum. Það auðvitað er hið opna og lýðræðislega samfélag. En í þessu tilvíki þegar ógnin er mikil að þá sópumst við saman og viljum geta treyst örugri fórystu. En þetta er ekki bara það að það eru allir á launum hjá ríkinu að þína pólitísku ákvarðanir eru svo teknar að fólki sem er í fullu starfi í pólitík. Að það er ekki bara embættismennirnir heldur er pólitík hjá mjög mörgum flokkum að þá er þetta bara æviráðning. Algjörlega. Og það hefur mér alltaf þótt grundvallar skekkja. Ég stemdi á pólitík í gamla daga þegar ég var í Alþýðubandalaginu. En svo kom ég úr felum og allt inni bara hringdi enginn í mig lengur. Þegar þú segir kom úr felum, ertu þá að tala um að komst úr skápnum? Þegar ég fór að búa með konu og fór ekki í felur með það. Mér langaði nefnilega að tala um það við þig líka því við erum svo fljóta að gleyma. Hversu mikið hefur breyst? Við erum mjög, þú veist, ég var að tala um Sigursteinn Másson, hann er yngri en þú. Sigursteinn, hann byrjaði bara sem ungling og þá kom hann að vinna þegar ég var skólastjóri í litlum leikskólavegum Reykjavíkurborgar. Þetta yndi, þá kom hann og var í sumarvinnu eitt sumar hjá okkur.
Þá var ég virðulegu skólastjóri og hann var unglingur. Já, Nei, hann er yngri en hann er ég. yngri en þú. Af því Hæ, hann var Sigursteinn, eða þú hlustar. En meiri segja hann. Já, Já, hvað Sigursteinn eða þú hlustar? já. Þá ertu yndislegur. Ég tek undir Ég það. man ennþá eftir þér. Hvernig þú varst þetta dásamlega sumar? Ég tek undir það, yndislegu maður. En hann var að lýsa því fyrir mér þegar hann var upp á stöð 2 Já, og var svona ekki alveg, hann þorði ekki alveg að koma út úr skápnum og þá Já. var hann að lendi að það var verið að skrifa eitthvað á speiklan og bara lendi í einelti aha. og samt var það seinna Já. en þegar þú kemur út úr skápnum, Já. þegar þú segir að síminn hafi bara hætt að hringja, Já. hvernig var þetta? Þetta er upplifun sem er erfitt að lýsa því hún er svo ótrúleg. Það er svo ótrúlegt að þú ert að tala við einhvern hóp og allt innu sérðu það er enginn að hlusta á þig. Hefurðu prófað þetta? Nei. Nei, þú hefur ekki prófað þetta. Eða að einhver er bara, já, að þú kemur að hópi sem að er eitthvað að spjalla saman og þú kemur að hópnum og venjulega bara opnaðist hópurinn sjálfkrafa og bara var hægt að ganga inn og taka þátt. Skyndilega bara opnaðist hópurinn ekki lengur. Það er erfitt að lýsa þessu. Rosa skrítið. Og ég hafði verið afar vinsæl og og hafði svona séð fyrir mér að það að fara í pólitík væri leiðin til að breyta heiminum, að hafa áhrif til eins betra eins og ég held að allir geri sem að byrja í pólitík. Einmitt. En þetta var bara mjög einfalt að ég var beðin að, já, ég átti sæti í fjöldanemnda og ég var í stjórnum, ég var í 7 manna framkvæmdastjórn flokksins á landsvísu en skyndilega var hægt að bjóða mér og skyndilega var hægt að hringja og biðja mig verkefni. Þorði einhver að segja við þig út af hverju það væri? Ég var náttúrulega ekki bara í Alþýðubandalæginu, ég var í stéttarfélögum og launþegasamtökum og hínu og þessu. Já, í einu tilviki var einn karlmaður sem hafði kjart til að segja við mig reyndarfullur. Já. Bara, það er eins gott að þú ert svona hinsegin eins og þú ert, þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur af stöðinu minni. Já, þetta er rosalegt. Já, það er erfitt að lýsa þessu. Já. En hvernig skyndilega þú verður persóna non grata, það er eins og þú raunverulega náir ekki að tala við manneskjuna. Það væri eins og ef ég sæti hérna móti þér og mér liði hreinlega eins og ekkert orð af því sem ég sagði væri að ná til þín. Vá, hvað þetta er skrítið. Þetta er eins og ég segi, fyrir þá sem hafa ekki prófað þetta, en ég er vissum að bæði að eineltisfórnarlömb hafa prófað þetta en við erum mörg geir sem að höfum upplifað þetta. Hvernig var þá ekki langur aðdragandi að því að þú komst út úr skápnum þegar það kannski fólk innstinni vissi að þetta getur verið afleiðingarnar? Ég er náttúrulega alltaf þannig að ég hugsa ekki afleiðingar. Það er hluti að mínu dásamlega ADHD. Okay. Ég er með það og ég nýt þeirra eiginleika hvatvísinnar og fljótfærninar og virkninar og alls þess sem einkennir ADHD fólk. En þegar ég finn minn sannleika þá bara segi ég hann. Já. Og kona mín sagði nú einhver tíman í einhverju peksimann í gamla dag, þú skalt ekki halda og setja eitthvað betra en aðrir þóttu ljúgur ekki. Það myndi bara allir sjá það leið ef þú reyndir það. Og það er alveg... Er það svoleiðis? Þannig að ég segi bara það sem ég er að hugsa. Já. Og stundum get ég ekki eins og hugsa nema með því að tala. Ég skil því. Og þar af leiðandi segi ég bara alltaf það sem ég er að hugsa. Já. Og þegar ég átti mig á því sjálf, 26 ára gömul, að ég er samkynhneigð, ég fyllist mikilli skelfingu gagnvart umhverfinu og gagnvart bara fram til sjálfar mín, jú, ég gerði það en það leiði ekki vika þá til að búin að biðja manni mínu skilnað. Já, þetta hefur bara... Ég var þó það heiðarlega, já, ég kyssti konu í fyrsta skipti. Já. Og þá bara skildi ég líf mitt í einu vettvangi. Vá. Það eru þessi brot af augnabliki sem breyta alltaf líf okkar. En að því það er ekki allir með sömu karaktergerð og þú og mjög margir á þessum tíma hafa verið að bögglast með þetta inn í sér kannski svo árum skipti, sko. Auðvitað var það. Og það tók mig held ég 2 ár
að verða fullu opinber Ég skilji. fyrir konunni minni og ég fyrirgef mér það alveg. Er það ekki bara rosalega eðlilegt? Ég held að það hafi verið fullkomlega eðlilegt og ég var líka í mjög viðkvæmu starfi og ég stóð í skilnaði við manni minn sem að tók einhver ár og þar með deildum við forræði yfir dóttur okkar. Já. Og ég leitaði til einstaklingsjá í barnaverndarmálum sem ráðlaði mér að fara ekki í opna forræðisdeilu því það verið góðar líkur á ég myndi tapa forræði út á það að vera lesbía. Já, er það bara svoleiðis? Já. Og þá myndi ég standa mjög illa á eftir og lögfræðingurinn minn neitaði að taka deilumál forræði fyrir að fara með það fyrir dómstóla. Því að maðurinn minn hafi tilkynnt það að hann myndi láta vita því ég væri lesbía og þá verður alla líkur ég myndi tapa málinu hvort þið væri. Og svo verður góðu líkur á ég myndi tapa vinnunni. Já, þetta var bara þannig. Þetta var þannig, það var engin kennari hvorki á leikskóla eða grunnskólastígi sem var opinber sem lesbíða á hommi. Það var svona tíma mátti ekki eins og segja þetta í útvarpinu hvað það með. Nei, einmitt. Og þetta hefur væntanlega verið þá miklu meira heldur en núna svona við og hinir, af því væntanlega hefur þá þeir sem voru komnir út úr skápnum, þeir þá væntanlega hópa sér svolítið saman, af því þeir eru með einhvern reynslu heim þar sem þeir geta skilið hvort annan einhvern veginn. Já, jú, þannig var það og samtökin 78 sem að mér þykir svo óendanlega væntum, þau voru þetta skjól. Einmitt. Og þangað mættum við sem komum úr felum, en þeir sem höfðu skapað sér nafn á öðrum vettvangi þeir héldu sig í felum á þessum tíma. Já. Og það voru fjölmargir. Já. Hörður Torfa var náttúrulega einn af þeim sem hafði skapað sér nafn en kemur út úr skápnum verður og ruddi brautina á ótrúlegan hátt en hann náttúrulega það kostaði hann ansirint margt. Já. Og ákvarðaði í raun og veru hvaða möguleikan hafði og hvaða möguleikan hafði ekki. Síminn hætti líka að hringja hjá honum. Einmitt. Þetta var, við höfum borið saman bækur okkar og við Hörður og þetta er mjög svipuð saga. Já, það er svolítið. Skyndilega bara var þessi þögn og frekar bara fékkstu óþverra símtöl og en öll tækifærin sem áður lágu opinn og þú hafðir ekki bara hafðir ekki við að velja úr tækifærum, að þau skyndilega þau fóru. Og þetta er það sem við þekkjum bæði. Hvernig er líðanin, sko, að því ég set sjálf á mig þessi spor ekki það að ég geti skilið þetta fullu og ég er því svo reiður. Það myndi koma svo mikið réttlætis reiði, sko. Ó já, ég var líka reið. Það ekki? Sölvi, ég var svo reið. Þú nefndir Loga Bergmann. Við rifðum þetta upp. Ég var í spjalli við hann fyrir einhverjum tíma og ég var ekki búin að ákveða neitt það hvað ég ætlaði að segja því ég bara ákveð það aldrei. Nei. Nema ég ætlaði að vera heiðarleg. Logi ætti það skilið, hann var einn af þeim sem studdi okkur á sínu tíma. Já. Hann var í hópessari fjölmiðlamanna sem þorðu að standa með okkur og fjölluðum okkar málefni og var bara þessi hópur fjölmiðla vann þrekvirki við að standa með okkur við bara breyta myndi ég segja almenningsálitinu í landinu. Einmitt. Og þá fór hann að tala hennan tíma og fór að tala hvað ég hafa alltaf verið reið. Og hann fer svo langt að spurja mig hvernig mér hafi liðið á þessum tíma. Og þá, minn kæri Sölvi, endaði ég grátandi. Og ég er nú ekki kona sem er vön að gráta á almannafæri. Get ég sagt þér? Já, ég sá þetta. Þetta snerti mann þegar maður sá þetta viðtal. Af því, það er svo erfitt að gera sig grein fyrir bæði þegar þú ferð aftur í tíman og hafandi ekki verið prófað að vera samkynhneigður og einhvern veginn, það lítur að hafa verið rosalega skrítið. Þetta, þú getur bara ímyndað þér að þrátt fyrir allega þess örðuleika, þrátt fyrir þetta jökulfljót sem við svömluðum í, þá hef ég aldrei séð eftir því eitt augnablik að hafa komið úr felum á sínum tíma. Nei. Því að sannleikurinn gerði mig frjálsa, sjáðu til. Og ég veit ekki hvort ég hefði bara lífað það af að koma ekki úr felum. Nei. Bara af tómri ólukku. Ekki af því ég væri í felum og vissi af því.
Ég bara skildi aldrei sjálfa mig. En nú hugsa ég að því þú svona, það allt sem æpir á mann gagvar því að þú sett mjög sterkur einstaklingur og þú ert hugurrökk og allt þetta. Mjög margir sem hafa verið í svipuðum sporum og þú eru kannski öðruvísa guði gerðir og að bögglast með þetta inn í sér, þú ekki að segja, það fólk hlýtur að hafa verið bara gangi í gegnum alls konar geðræna kvilla og... Ég held að það hafi verið miklu dýrkeftara að halda sig í felum, en fyrir mig þá var þetta ekkert val, því að svo óhamingja sem ég hafði í raun og veru búið við, þunglindi sem ég hafði glímt við og einhvern veginn þessi skilningsskortur á sjálfri mér, að náttúrulega að við skulum bara tala tilfinningafrelsi, að skilja ekki tilfinninga þínar, að skilja ekki hvernig þú ert í heimi sem hrópar á því þú eigir að vera á tiltekinn hátt og mér tókst aldrei að máta mig við eða passa inn í bara það tilfinningalítróf sem allir í kringum mig bjuggu yfir. Og þegar ég uppgötva þegar ég kissi fyrir konuna mína eins og ég segi í fyrsta skipti, þá allt einu áttaði mig á því að ég var normal. Ég skilji. Og hamingjan yfir að skilja að ég væri heil manneskja með heilt tilfinningalítróf. Það var líka frelsun fyrir mig að það var engin önnur leið og eins og ég segi, ég sá aldrei eftir því. Nei. En auðvitað, ég það sem var nú kallað að vera fíblið á foraðinu. Það má alltaf etja mér á hvaða forað sem því að ef ég trúi einhverju og sé eitthvað ljóð sem ég tel mikilvægt að bera, hvort sem fyrir mig persónulega eða fyrir einhvern hóp, þá bara fer ég af stað, hvað sem það kostar. Já. Og þetta getur bara verið góður eiginleiki, þetta ADHD-ið mitt. Og það valdi bara fyrir mig. Mundirðu segja þegar þú horfir tilbaka að það hafi verið munur á köllum og konum sem voru að koma út úr skápnum? Á þessum tíma? Já. Hópurinn var mun stærri. Ok. Við vorum stelpunnar, við vorum miklu færri. Auðvitað erum við ólíkir hópar. En við áttum samt sem áður það mikið sameiginlegt sem var feluleikurinn og svo baráttan gegn þögguninni og að berjast fyrir að tilfinningar okkar væru virtar og viðurkenndar. Þannig að það kom upp augnablik þar sem að við upplýðum okkur ekki alveg stelpunnar í takti með strákunum. Þeir voru lengi ráðandi innan samtakana 78, meira djamm í gangi og slíkt á meðan að við erum meiri svona lesbíuna, við erum meiri svona parmanneskjur. Lesbíu kemur með á annað deiti sitt. Hún kemur með gám fullan af húsgögnum. Þannig við vorum miklu meiri bara í pöruninni og svo var það einhver breyting og þá var hlaupið í skarðið og búin til ný pörun og allt þetta. En einhvern tímann, ég mani við stofnuðum Íslands lesbíska á sínum tíma sem voru við stelpunnar og vorum þá svona aðeins að reyna að nálgast kvennarhreyfinguna sem var svo sem ekki alveg hrifin af okkur, það tók svolítið tíma fyrir þær að átta sig á því. Við vorum niður á Hótel Vík þá með kvennalistanum og fleiri kvennarhreyfingum en samtökin 78 voru samt alltaf þessi sterki samnefnar okkar. Svona hornsteinn. Já. Ef þú horfir tilbaka núna, eru einhver augnablik sem þú horfir á sem stærstu sigrana í þessari baráttu? Hvenær eitthvað svona breyttist mikið? Og ég á alls konar augnablik. Ég var niður í alltaf þegar ég kem að Gamla bíó og fæ ég sömu tilfinningu og ég fekk veturinn sem við vorum sem mest að pressa á samvistarlöggjöfun okkar, sem var ekki bara samvistarlöggjöf, það var bara, við vorum að pressa á í fyrsta skipti að við varum viðurkennd, bara tilvist okkar væri viðurkennd og við fengum einhver réttindi bara á þessu landi. Við vorum algjörlega réttlaus. En þá man ég eftir þegar við héldum veislu til verndar mannréttindum, þar sem að við vorum búin að safna saman listafólki víða til þess að vera með sem sagt skemmtun og það var ekki gay-fólk að tróða upp, heldur fólk úr öllum áttum. Og þetta var auglýst náttúrulega fyrir okkar hóp, en bara auglýst í fjölmiðlum
og ég man að við auglýstum meðal annars með heilsíðu í Mogganum þar sem við vorum með andlit þekktra listamanna og fjölmiðlafólks og pólitíkusa undir yfirskriftinni við stöndum með mannréttindum samkynhneigðra. Og ég man ennþá hverjir voru með í auglýsingunni og hverjir sögðu nei. Það gleymist ekki. Hvað ár var þetta? En þetta var, manstu það, cirka? Þetta eru verið trúlega veturinn 95-6 því að í júní, 27. júní á Stonewall daginn þá komu lögin í gildi, þá voru þau samþykkt. En þetta var þessi vetur og ég man að ég stóð þarna, var formað á samtakana þarna í nokkur ár og ég vissi ekki hvort einhverju myndi mæta. Að þetta var fyrsta opna hátíðin í nafni samkynhneigðra og ég vissi ekki hvort það myndi nokkur mæta og svo byrjaði fólki að tínast inn og að lokum var fullur salur. Þetta hefur verið góð tilfinning. Og lögreglukórinn söng. Geggjað. Já, nú fæ ég svolítið að gæsa húð. Það má. Þetta er eitt af þessum augnablikum. Annað augnablik var Borgarleikhúsið þegar lögin fóru í gegn. Þessir atburðir eru náttúrulega svona ákveðin undanfari að síðan göngunum. Einmitt. Og þar mætti Vigdís Finnbogadóttir ásamt fjölda annarra boðsgesta við fylltum andir í Borgarleikhúsins. Og ég man að þegar ég sagði við hana að hún væri fyrsti þjóðhöfðingin sem væri vitað sem að væri að sækja opinbera samkomu hjá samkynhneigðum. Og Vigdís, þessi ljón gáfaða kona með stóra hjartað, svaraði að venju vel og sagði, það segir þó meir til aðra þjóðhöfðingi heldur mig, því ég forseti allra. Vel orðar. Já, þetta var líka augnablik sem ég gleymi ekki. Já, vel orðar. Þau eru mörg. Já. En þetta ástand var auðvitað skelfilegt og ég hef sagt opinberlega, ég vil bara segja það einu sinni eða þá. Það var Breiðavík, víðara en fyrir vestan. Við vorum gjörsamlega óvarin, hommarnir voru landir hérna niður í miðbæ án þess að væri gripið inn í fólk var missandi atvinnu, hent út af veitingastöðum, missandi húsnæði og það var hvergi nein verndarlöggjöf, það var engin réttindi, það var ekkert til í íslenskri löggjöf fram til 1996 sem viðurkenndi tilvist okkar. 2 árum áður þá vorum við til í refsilöggjöfinni en það var þó eingöngu út á það að lágmarksaldur til kynmaka hjá samkynhneigðum var hærri heldur en hjá öðrum. Það var það sem og þar áður var til refsilöggjöf. En ef við værum viðurkennd eins og aðri þegnar, það gerist ekki fyrir 1996. Fram að þeim tíma engin viðurkenning, engin vernd og það var ekki samvistar löggjöfin sem slík heldur það að löggjafinn að Alþingi Íslendinga skildi loksins stíga fram og segja já, sem sagt hinsegin fólk til, því ber réttindi og virðing eins og öðrum. Það breytti heiminn. Það breytti Íslandi þegar það fór í gegn. Síðan hafa margir viðbótar sigrar unnist en þarna voru vatnaskilin. Nei, skilji. Og já, ég ætla bara að stinga því hér með að þjóðinni að mér þetta ágætt að ríkisstjórn Íslands myndi biðast afsökunar á því varnarleysi og skorti á vernd og virðingu sem við bjuggum við á þessum tíma. Biskupinn hefur beðist afsökunar, það ferlið sem hófst reyndar með að hún sagði ég get svo sem beðist afsökunar. Jú, einmitt. En eitthvað verið að reyna, en þjóðkirkjan önnur opinber stofnun sem að særði okkur djúpt. Einmitt. En það var þó skárra með réttleysi lögum eða hópa sem að réðust að okkur og ofsatrúar hópa sem að réðust að okkur og lömdu okkur með biblíunni eða einhverju homofópar sem voru að lemja homanir í bæ eða kallfjandar að ráðast að mér til að kenna mér nú allt það hvernig raunverulega karlmaður getur læknað inn að lesbíu, skilurðu? Það má skilja þetta, en það heil opinber stofnun sem að á ekki að þjóna neinunum að kærleikanum, mannkærleika og mannvirðingu fór sömu leið. Það var svolítið erfiðar að kyngja því. Já, með kirkjuna.
Já, og þau eiga ennþá eftir að gera heiðarlega upp þau mál. Já, það og manni finnst stundum eins og þar sé svolítið skortur á stundum að, já, bara ef eitthvað var illa gert, að þá svona eiginlega reynt að setja það bara undir teppi og svona ekkert vera of mikið að, í staðinn fyrir að sé kannski bara farið í gaggjari endurskoðun og farið dálítið vel yfir hlutina. Sko. Já, vegna þess að þessi sannleikur sem gerði mig frjálsa og með því einu skildi ég verða óboðleg og ekki lengur þóknanleg íslenskri þjóðkirkju og ég alin upp á kirkjustað og móðir mín líka, pabbi hennar sippaði nú bara upp einni í kirkju í sinni sveit hringdi í þáverandi biskup og baði hann að skreppa til sína vía kirkju. Okay. Og þá sagði nú biskup við þennan afa minn, já Jóni minn, ég vissi ekki að það væri neinn kirkja í Möðrudal og þá sagði afi minn, já það ekki nema von, ég rétt að klára hana. Þannig ég svo sem alin upp við virðingaleysi, við svona umbúðir og embætti og fjarlæg völd. En þetta var svo merkilegt og ég verð að fá að segja þetta þetta var nefnilega hluti af því fyrir mig að eftir ég kom úr felum og skildi það skyndilega að ég hefði ekki frelsi tilfinningar mínar og það skipti ekki máli hvort að vera vinstri eða hægri ég hafði ekki frelsi tilfinningar mínar rosalega skrítin staðar í þá fauk dálítið trú mín á ríkisforsjá og alla þessa opinberu forsjá hvaðan sem hún kom. Þegar mér sé að tilfinningar mínar lutu ekki réttri dagskipan hins opinbera. Pældu í þessu. Að því við erum alltaf svo, mér finnst við vera einhvern veginn alltaf dálítið mikið í því að við sjáum að eitthvað var fáránlegt einu sinni og eitthvað var fáránlegt einu sinni og eitthvað var fáránlegt einu sinni. Já. En við höldum alltaf að við séum orðin eitthvað allt öðruvís í dag, sko. Ekki það mikið að framförum. Sérðu eitthvað í samfélaginu í dag sem okkur mun síðan finnast fáránlegt? Hvernig það verið að koma fram við einhverja hópa eða eitthvað svona sem við myndum horfa á eftir 20 ár og segja bara, heyrðu, hvað var þetta? Sko? Innflytjendur. Það augljóst. Já. Og síðan fólk sem af erlendu bergi broti býr á Íslandi en er fjarlægt okkur litaðir eða fólk með muslimar þetta er hópur sem ég held að við eigum talsvert langt til land við erum samt betra en margir en innflytjendur, það er eitt af það sem við eigum eftir að horfa tilbaka og hugsa hvað var í gangi annað sem við eigum eftir að hugsa tilbaka það er ég held að setna eigum við eftir að hugsa framkom okkar gagnvart börnum. Já. Fólk eftir að líta tilbaka og segja hvað voru þið að pæla með eitthvað örlítið fæðingarólof og ungviði með algjörlega ómótað og óverndað ungviði sem þarf að fjölskyldu sinni að halda var bara sendt í vist til vandalausra áður en á því einsásaldri. Bara hvað voru það að pæla? Einmitt. Fólk aftur að líta tilbaka og sjá þetta sem svartan tíma hvernig barnafjölskyldur með 2 fyrirvinnur voru að vinna langa daga og börn voru hreinlega að þvælast fyrir. Einmitt. Og í opinbera gat ekki gripið inn og ekki samfélagi sem slíkt. Ég ekki á þeim stað lengur að halda því opinberi að bjarga öllu. Nei. Mér að segja fyrirtækin sem eru að nota starfskrafta foreldrana eru ekki að taka þátt í að byggja upp virkilega góða staði fyrir börn eða virkilega lengi að það fæðingarólof eða annars slíkt. Fólk eftir að líta tilbaka og segja hvað voru það að pæla. Já. Mér finnst sko að því ég heyrið á þér að þú ert svona, ég svipa þengjand og þú í þessari svona, ég veit ekki hvort maður anarkismi svolítið svona harskalegt orð. Nei. Ok, en að því mér það svo hugleikið þegar að, sko ég er að fara aðeins úr einu í annað núna, en þú veist, þegar 11. september kom. Já. Mér það svo hugleikið hvernig við horfum alltaf á hvernig gat nú þetta gert þegar nasismi var hvernig gat nú þetta gert þegar við komum svona fram við samkynið hvernig gat nú, en svo löpum við í gegnum einhverja vopnaleit á flugvellinum og mátt alls ekki vera með 110 millilítra en 100 það er flott og engin spyrbýtu af hverju. Nei, það er alveg rétt og mér það svo hugleikið núna eins og í COVID að jafn mikið og ég vil alls ekki gera lítið úr
þessari pest og vírusnum og ég vil alls ekki gera lítið úr því að við eigum að passa þetta og allt það, þá er það, við verðum alltaf að standa vörðum einstaklingsfrelsið okkar, því við vitum ekki hvernig eigum eftir að horfa aftur í tíman og segja, býtu, var þetta tíminn þar sem að ríkið bannaði mér að fara út úr húsinu mín og ég sagði bara já. Mér er þetta eitthvað eins og hugleikið núna, að því, sko, að við verðum alltaf að vera á varðbergi. Við þurfum alltaf að vera á varðbergi, algjörlega sammála, og það er mjög góður eiginleiki að taka aldrei neinu, hversu gott sem að var nú að lesa Þjóðviljan í gamla daga, að taka samt aldrei neinni útgáfu bara for granted. Það er alveg sama orðið hvað ég lesi fréttum, ég hugsa alltaf, hvað ætli sé hinn hliðin og hinnar hliðarnar á þessu máli. En er ekki að því þú ert að vinna mikið með börnum, er ekki að koma upp núna kynslóð sem er orðin rosalega fær í að ná í upplýsingar frá mörgum stöðum og... Jú, það er að koma upp kynslóð sem er allt öðruvísi en mín kynslóð og líka öðruvísi en þín kynslóð. Þetta eru krakkar sem eru með miklu opnari huga gagnvart heiminum, miklu meiri heimsborgarar og nákvæmlega þetta. Þau eru ekki föst við að fylgjast með fréttunum alltaf á föstum tíma eins og við erum. Þessar fréttir sem að er dælt út af ákveðnu fréttaveitum og öðrum ekki, margrít skoðað og alltaf sem við fengum náttúrulega vita tvíburaturnina í New York. Nú er ég ekki að mæla því bót, en öllu minna er fjallað samskonar glæpi sem eru framdir í öðrum heimsálfum á hverjum einasta degi. Hárrétt, á hverjum einasta degi. Þannig það er alltaf verið að skamta okkur ákveðnar fréttur og aðrar ekki og þess vegna held ég sé bara margt gott hjá ungu fólki að það bara gramsar á netinu að skoða hitt og þetta er það ekki bara frábær þróun? Skoða það sem hefur áhuga fyrir því að öll kerfi, fjölmiðlakerfin eða hvað sem þau heita, opinberu kerfin, þau fara alltaf að lifa eigin lífi. Þau fara alltaf að lifa eigin lífi og þau fara alltaf að þétta og halda utanum sitt og allt sem við höldum að sé frjálst og óháð, það er ekkert af því til, það er ekki þannig. Alveg sammála. Nú, við fylgjum leiðbeiningum stjórnvalda, stundum finnst mér það svona dálítið sérstakur leikur þegar er send minnisblað sem búið er að vinna í einhverjum þröngum hópi til ráðherra sem í langum flestum tilvikum lætur bara embættismenn vinna einhverja reglugerð á grundvelli þess arna og svo er þetta auglýst og við tifum eftir þessum götum. En leið á erfiðum tímum þá vil ég að við sem hópur getum staðið saman eitthvað. Alveg sammála. Og þá held ég jafnvel að sé betra að veifa röngu vopni en öngvu. Ég skil þig. Að það er betra en að fara í miklar deilur innanlands það hvernig eigi að bregðast við og annars slíkt en að beita heilbrigðisskynsemi. Við þurfum að gera það. En er það ekki alltaf að því mér er svo oft, einmitt þú talar þessi kerfi, fjölmiðlakerfi, stjórnmálakerfi, mér finnst oft það sem gerist þegar að kerfin eru orðin svona sjálfstæði einhvern veginn og svo er fólk búið að smám saman færast inn í kerfin, þá hættum við að, svo ég sletti, að gefa venjulegu fólki nægt kredit. Og eins og til dæmis núna, þú ert að setja einhverja reglur og við erum öll saman í þessu í mars og apríl og eitthvað svona. Leið og það kemur, ég horfði á fréttir núna helgina, það sem allt í einu rosalega stór hópur fólks fer ekki eftir reglunum. Er þá ekki rétt að spurja, eru reglurnar orðnar skrýtnar? Í staðin fyrir að fara beint í að segja, fólkið er að hafa rangt fyrir sig að því það fer ekki eftir reglunum okkar, skilurðu. Verður maður ekki alltaf einmitt að vera að hugsa, til þess að haldi fólki með mér í liði, þá verði ég að hafa reglurnar réttu með mér línuna, sko. Og leið og ég er einhvern veginn, það er enginn að fara eftir reglunum mínum, djöfull eru þið rugluð. Verði ég ekki líka að skoða, gæti verið að reglurnar mínar þurfi aðeins endurskoðun? Veistu það, þetta er dálítið eins og með gangstígun og skólalóðum. Ef þú sér ekki samhengið í snotri, þá ætlum ég að segja þér það. Þá ætlum ég að segja þér frá því. En sem sagt í nýjum skóla með góða lóð, þá er annars vegar hægt að hanna stígana fyrirfram. Reyna að sjá fyrir þér hvar verður gengið og hvar þurfum nú að setja, hvar verði álagsvæðin og annars slíkt. Hin leiðin er að bíða bara aðeins rólega eða rólegur og fólki rólegt, sjá hvar þessi börn ganga og hvar mesta álagsvæði verður og vinna þá með þau. Ég sjálf er fylgjandi seinni aðferðinni. Sammála.
Sammála. Að ég tel í öllum tilvikum betra að við, það sem fólk raunverulega að gera, að vinna ramman í kringum veruleikan. Það er alltaf það sem ég tel best og svona til sannindasmerkis þá gleymi ég aldrei símtali sem ég átti sem formaður samtakana 78 tæknifrjóvganir. Þá var verið að breyta lögum og opna tæknifrjóvgun þar sem að eiginmaðurinn var sem sagt ófrjór og ég var að ræða við þáverandi dómsmálaráðherra það, kröfu okkar að lesbíur ættu líka þennan möguleika og þá náttúrulega voru alltaf röksemdirnar þessar að þetta náttúrulega læknisfræðilegt inngrip vegna þess að eiginmaðurinn ófrjór, þess vegna þetta læknisfræðilegt inngrip og þá náttúrulega var ég alltaf að reyna að benda á þetta, það segir engin eiginkonu með ófrjóan karlmann að skreppa bara út á næsta bar sem var sagt við lesbíur, þið getur bara að fara út á næsta bar, ég meina hvað þetta? Nei, en þarna var virðingaverða sjúkdómseinkenni karla ófrjósemi, að það máttu setja íslenska löggjöf það, en ekki fyrir okkur og ég man að síðasta röksemdi mín var þessi, en veistu það að lesbíupör þær fara í hrönnum til Danmerkur í tæknifrjóvgun og ráðherrann saup kveljur og sagði verða þær ófrískar fram hjá lögunum og ég svaraði nú tiltölulega fljótt, ég má eiga það og ég sagði lög hafa aldrei stjórnað ástamálum fólks og munu aldrei gera það. Það er rétt. Þetta kannski svar mitt við spurningunni reglurna með COVID. Já. Við ættum að vera aðeins skynsamari og ástæðan fyrir því að ég faðmaði þig ekki á þennan eins og ég hefði gert venjulega af því mér finnst svo sérlega skemmtilegur. Já, þakkaði fyrir, sömuleiðis. En það var ekki það að ég var að fylgja reglum í sjálfu sér. Ég vil ekki smita þig. Ef ég skildi verið með kórónuveiruna. Ég hef ekki miklar áhyggjur að ég smita sjálf. Nei, það er þá bara þannig. Og ég held einmitt að þarna sé kannski leiður þegar það verið að setja reglur og tala um fólk. Ég hugsa alltaf svona, fólk ekki hálfvitar. Nei. Þannig ef það er reynd að höfða til okkar við erum nú í þessu saman, við ætlum nú öll að reyna að halda þessu niðri, en við ætlum ekki að vera en leiðu ef þú gerir ekki þetta þá ætlum ég að sekta þig það breytir einhver í mínum huga hvort þú eru tilmælið ekki viljum við ekki alltaf reyna að höfða til af því það sem gerist þá er að ef að meiri hlutin ég nú til ég að vera með í þessu þá er svona meira, ætla þú ekki að vera með okkur líka jú, ætla ég sé ekki með líka versus það að þú fyrir eitthvað, en núna erum við svolítið komin í svona klopning, að það sé bara svona ég er bara einna með lítið fyrirtæki og þar frá hausinu, þið eru bara launum hjá ríkinu, þið skiljið mig ekkert, skilur það býr til allt annars konar stemningu Þetta eru ótrúlega margar hliðar á þessu en stóra máli er alltaf þetta að reglur breyta ekki fólki og við sáum þetta náttúrulega í fjármálarhruninu 2008 og það var mikið rætt að það þyrfti að setja margfalt meira regluverk og ég heyrði þá fyrirlestur hjá Salvöru Nordal, siðfræðingi, sem að varpaði upp þessari spurningu. Reglur voru einfallega brotnar og af hverju ætti fólk sem vildi ekki fylgja þó þeim reglum sem fyrir voru, af hverju það vilja fylgja miklu fleiri reglum, skilurðu? Akkurat. Þannig að þar við þurfum alltaf Við þurfum, alveg eins og var í baráttu samkynhneigðra, það þurfti að breyta viðhorfi. Það er stóra máli. En reglur einar og sér munu aldrei bjarga okkur. En allt þetta sem við erum að tala eða Martaði, við erum að tala kerfi og við erum að tala en þú ert svolítið búin að ákveða ástríðan þín er að vinna í grassrótinni, vinna í börnum, sem ennáttúrulega á endanum, það er alveg sama hvort að ég er að ræða geðsjúkdóma eða fíknivanda eða þetta, á endanum er besta lausnin að reyna að ala einstaklingar sem best upp. Það er mikilvægast, sko. Það var það eina sem ég átti eftir þegar ég kom úr felum, að ég hafði mitt embættispróf og reynslu. Það var ekki hægt að afgreiða mig út úr heiminum með hvað það var þar. Og þess vegna var það sem að mitt starf hefur verið eins og það hefur verið og ég er mjög sátt við það og í raun og veru held ég að ég hafi náð að hafa meiri áhrif eða ég hafi betur varið orku minni í að breyta heiminum í gegnum starf mitt með börnum heldur en akkurat í pólitíka eða slíku.
Einmitt. Því að það snjóa nú fljótt yfir reglugerðir. Jú, einmitt. Sem mismunandi hvort þeir lítið eða ekki. Já, nákvæmlega. En hvernig var fyrir það að koma inn í, sko, menntakerfið með nýjar hugmyndir? Af því að ég kynntist því aðeins þegar ég vann fyrir mannstætti Sunitu Gandhi. Já. Ég vann aðeins fyrir hana nefnilega. Ég vann fyrir hana í næstu ár þegar ég var nýkomin á háskóla. Þá sá ég, mikið þá mátti gagnrýna ýmislegt sem hún var að gera, að þá sá ég bara vá hvað hún er að eiga við erfitt apparat hérna, sko. Í raun og veru kraftaverk að hún skildi þó lifa af eins lengi og hún gerði. Jú. Ef hún hefði eingöngu verið á leikskólastíginu þá trúlega hefði hún lifað af. Sennilega. Og þessar hugmyndir. Sennilega. Ég held það. Það voru aðeins og róttæka fyrir grunnskólakerfið, sko. Sko, leikskólinn líka og hefur oft verið hálfgett vandræðabarn. Þetta erfiður rekstur og stjórnvöld hafa, nema bara í Rússlandi fórðum, en stjórnvöld venjulega átta sig ekki á að leikskólinn mikilvægast að skólastígið upp á það að móta framtíðina. Fólk átta sig ekki á því, pólitíkusar. Og fólki finnst þetta bara eftir þungur og erfiður rekstur og alls staðar í kringum okkur hafa sveitarfélögin verið frekar ef eitthvað að losa sig undan þessu með að útvista til annara. Og ég hef alltaf verið á því að fagfólk og foreldrar, skólafólk og foreldrar eigi að geta komið þessum rekstri ekkert síður heldur en sveitarfélögin. Og hjallastefnan náttúrulega aldrei greitt arði eða verið rekin í hagnaðarskinni. Það er mjög einfalt. En við þetta eru fagfólk og foreldrar sem hafa alltaf staðið þarna málum. En þegar það kemur á grunnskólastíginu þá þetta svolítið eins og að ganga í björg. Skólafastinn hann er svo meitlaður í grjótið. Þarna eru pólitíkusar endalaust að reyna að hafa áhrif. Eins og einn góður þingmaður sagði einhver tíman að þið opinbera verði að reka alla skólana því að í grunnskólanum þar fer fram þetta opinbera samtal samfélagsins við sína yngstu þegna. Þetta þótti mér djarflega mælt sem rök fyrir því að ríkið og sveitarfélögin ættu að stjórna öllu með grunnskólana. En það eru margir ennþá þessara skoðunar og svo svo er allar reglugerðnar, lögin, það námskráin, ennþá eru taldar mínútur hvað á að gera og það ennþá verið að fara fram á samskonar íþróttasali og sömu kennslu og var fyrir 20, 40, 80 árum og það og eins og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, svo frábæra kona, sýndi einhver tíman stundaskrár með áratuga millibili og þær eru bara eiginlega eins nema þær eru 12 unnar í lokin en auðvitað engin eðlismunur og svo eru kjarasamningar kennara byggðir á tómum ótta þannig það byggir allt grunnskólakerfi byggir bara á þessum ótta að þarna má ekki misfara allt þetta samtal hins samfélagsins við sína yngstu þegna, bara það verða allir að læra það sama og allir verða að læra það sama og við lærðum og sjáðu nú hvað rættist vel úr okkur í guðanabænum, farði ekki að gera einhverja breytingar á þessum grundvelli fyrir akademískan frama barnsins og frelsi kennari nánast ekkert. Allt þetta frábæra fagfólk, það eins og því sé ekki treyst til að vinna vinnuna sína. Eru því settar svona rosalega skorður? Já, ég hef oft sagt á skólaráðstefnum, ég hef oft spurt hvað myndi gerast ef að væri svona, tökum bara yngsta stigið fyrir 6-9 ára börn, ef að væri bara námskrá, það sem stæði, gott að börn verði læs og skrifandi, læri ég vel svona einhver erlend tungumál, því þetta góður næmitími fyrir það, gott næmiskeið. Og hvað haldið það myndi gerast? Haldið að allir kennari myndi bara fara heim? Einmitt. Hvað heldur það myndi gerast í skólanum? Einmitt. Vá, hvað yrði stórkostlegur skóli. Einmitt. Þar sem að kennari gætu bara komið saman og bara með sínu og rætt hvað langar mig að gera, hvað getum við gert eitthvað stórkostlegt í dag, bara eigum við að taka hérna bara heila viku í eitthvað bara brjálaðis eða skemmtilegt, eigum við að fara og mála skólan, eigum við kannski bara ekkert að vera í skólan þennan mánuðin. Það geti bara verið frábært að vera hérna upp í Kaldurseli eða eitthvað í þá áttina. Hvað myndi gerast? Haldið að kennari myndi ekki áfram kenna börnum. Einmitt. En þeir væru farnir undan því oki, það sem bara skelfing okkar kennara, það alltaf að kvöldi dags.
þá er það þessi efin. Er ég búin að gera nóg? Er ég búin að kenna nóg? Náði ég nógu miklu af öllu því sem ég á að ná? Er ég búin að exa í alla reitina? Veistu það, þetta er martröð kennara. Já. Þetta er skelfilegt. Og þarna að hnika öllu þessu til þegar að Sunita Gandhi kom með stórkostlegar hugmyndir. Ég held að mér varst bara kraftaverk hvað hún lifði þó lengi af í andstöðu allra. Það var rosalegt, því ég var eiginlega nánasti aðstofamaðurinnar tímabil og það var rosalegt að horfa á mótlæti sem hún mátti þola, sko. Já, ég hafði mikla gleði af samskiptum við hana og fylgdist með og var mjög spennt. Einmitt. Því þá var ég að reka Hjalla sjálfstætt og var bara, mér fannst þetta svo mikið uppbrot en þá kemur náttúrulega því sem að Jón Torfi okkar helsti sérfræðingur í menntamálum á Íslandi, hann sagði einhverju sinni að ætla sér að breyta rekstrarforminu og öllum ytri ramma skólastarfsins og innihaldi námsins leið að ætla sér að ráðast að öllu saman og ætla að breyta öllu í einu, það getur það enginn. Einmitt. Og hún útlendingur að auki, hvað hefur hún að segja í sendingum? Fyrir það er spurningin. Og maður fann alveg að fjölmiðlarnir voru svolítið á mótinni og það var alltaf reynd að hoppa í ef það var eitthvað að og svona, sko. Allt kerfið. Ég var með Óla Stefán daginn. Já. Og hann hefur aðeins verið að koma inn hjá þér, eða ekki? Jú, við Óli erum góðir vinnir. Já, hann talaði þetta svona að við værum öll undir álögum aðalnámskrár. Það er alveg hárrétt. Já, þú ert sammála því. Við erum bara gengin í björg. Og ég bara hef komið þessu upp á stungu, því ekki afleggjana í ár og sjá hvað myndi gerast. Þannig að allir námskrar og sérfræðingarnir og menntastofnunin og megnið af menntamálaráðuneytinu fólk geti farið og gert eitthvað annað, eitthvað bráðskemmtilegt og enginn þyrfti frá menntamálaráðherra og alla leiðina niður í andvaka kennaran, enginn þyrfti bara að vera í þessum ótta að eitthvað sé að og það sé ekki nóg að gerast og við þurfum að keyra meira á þetta og keyra meira á hitt og þessar ákvarðanir sem hríslast niður kerfið og eru svo tilkynntar fagfólkinu á gólfinu. Hvað myndi gerast ef við færum bara ef að allir hinir sem eru ekki bara að vinna verkin raunverulega? Hvað ef fólk tækir sér bara svolítið frí frá öllum þessum áhyggjum og hætti að stjórna litla stund? Hvað heldur að myndi gerast? En þetta er frábær punktur, en þessi grunninn er alltaf undirliggjandi, er alltaf þessi óttum að það fari nú allt til helvítis ef við breytum þessu. Já. En ef ekki að gera, væri ekki alltaf að prófa að því svona þær breytingar sem hafa verið gerðar benda nú til þess að þetta mun ekkert fara til helvítis, sko. Nei, en ég get sagt þér það að grunnskólakerfið, og þá er ég ekki að gagnrýna fagstéttina kennara. Nei, það er alltaf málefni. Ég er að tala um björgin. Og það er það sem að mér er svo leiðilegt, því mamma mín var grunnskólakennari, hún er hætt að vinna. Já. Ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum, en þegar maður er að gagnrýna menntakerfið, þá er maður ekki að gagnrýna kennara. Nei. Ég er að gagnrýna þessi björg, veistu það, ef þessi björg sem heita grunnskólakerfið, fastatni sem heita aðalnámskrá, sem heita alla reglugerðirnar, sem heita grunnskólakennara samningarnir og mínútutalningin og dagafjöldin sem má vera og dagafjöldin sem má ekki vera og allt þetta, sko, þegar við tölum um þetta fyrirtæki, ef það var ekki opinberu markaði og ef það var ekki framfleytt af skattfé, þá var það löngu farið á hausinn. Einmitt. Grunnskólakerfið sem slíkt, það verið löngu farið á hausinn, en allir þessi stórkostlegu grunnskólakennarar væri búin að byggja upp eitthvað fáránlega gott, fáránlega spennandi, fáránlega mikilvægt. Einmitt. Og þegar að fólk verið að tala um skóla framtíðar, þá ríf ég hárum mitt og myndi rífa skeggi líka ef ég væri svona skeggprúð eins og þú en þá segi ég alltaf við erum ekki að hafa áhyggjur á skóla framtíðar, hann mun sjá sig ef við getum bara aðeins reynd að nálga skóla nútímans, þá verð ég virkilega sátt. Hvað kallar skóla nútímans? Það er það sem ég er að tala um það sem við galopnum. Já. Sleppum óttanum. Einmitt. Sleppum þessari óttastjórnun. Að fólk skuli sitja í pólitískum nefndum í sveitarfélögum hjá hinni opinbera að hundruður og þúsundir manns séu vinnandi að því að hugsa fyrir aðra til þess að tryggja alveg öruglega að þetta verði nú svo lítið bara eins og það var. Talandum að koma með fleiri raddir að borðinu. Já. Vantar ekki dálítið þegar það verið að ákveða hvernig þetta á allt saman að vera að annars vegar vera með rödd kennarana og hins vegar vera með rödd neytenda kerfisins, barnana.
neytendur kerfisins, þeir komast náttúrulega aldrei að þessu borði. Nei. Við vitum það. Já, Því að kennarar, þeir eru alltaf presenteraðir af stórum parti af björgunu sjálfum. Það er kennarasambandið og ég er ekki að andmæla því að það sé unnið af góðum kjörum fólks. Nei. Til dæmis finnst mér að kennarasambandi þurfi að hafa minni áhyggjur af mínútutalningu og öðru slíku en að vinna að því að kennarar fá bara góð laun. Kennarar eru á ömurlegum laun. Allt og lágum laun. En að þeir fengu, því að kennarar fengu frelsi til að vinna svo þeir vildu, þú myndi sjá allt annan veruleika. En að þjálfa fólk upp í og æfa fólk, kennara í því að telja mínútur og skilja börnin sín ein eftir í fríminútum þegar mesti háskinni fyrir hendi af því það segir í kjarasamningunum veistu það, þetta er svo kolrangt og máli er bara þetta er óttastjórnun, þetta er taumlaus ótti og skelfing allstaðar í kerfinu af því við höldum að við eigum að stjórna framtíðinni. Finnst þetta ekki góð hugmynd? Finnst þetta ekki góð hugmynd að við eigum að stjórna framtíðinni? Þetta er mjög góð punktur. En óttin er náttúrulega við sem tegund, við erum svo skelfingu lostin. Homo sapiens. Eftir hann Yuval Noah Harari, ertu búin að lesa hana? Ég er ekki búin að lesa hana. Lestu fyrstu 40-50 síðurnar allavega. Það mun breyta skoðun þinn og heiminum. Ok. Heilin í okkur er náttúrulega fyrst og fremst hannaður til að verja okkur. Já. Þaðan kemur allir þessi óttir. Já. Og við erum döð skelkaðir mannapar sem að í kjölfar veðurbreytinga enduðum á gresjunum með engin tré til að fela okkur í og við urðum að fara að reyna að standa upp því við vorum vesalega hræætur sem að margir vildu borða. Þetta er frábært punktur. Lestu fyrstu 40-50 síðurnar. Ég þarf að gera það. Og það er önnur uppáhaldsbók, það er statistikbókin eftir Svían góða. Ég held ég veit hvað bókur það tala en hann hefur rannsakað þetta og allar hugmyndir fólks í dag lúta að tölfræði sem er 30, 40, 50 ára gömul því að og hans niðurstaði er eftir hans rannsóknir að kennarar og skólakerfi eru ennþá að kenna eldgamlar upplýsingar þrátt fyrir allar námskrár þrátt fyrir aðal samningin og stífa ramma og skólabyggingu sem ekki má vera með barn inn í stofu, það sem er ekki vaskur og hvað það sem hann heitir. Þrátt fyrir allt þetta eru skólar heimsins ennþá að kenna 30, 40, 50 ára gamlar staðreyndir. Þú skalt líka lesa þá bók ef þú hefur tíma. Já, ég er að reyna að muna, ég veit hvaða bókur það tala ég man bara ekki hvað hann heitir í augnablikinu. Já. En hún fyllir í bjartsýni. Já, hún fyllir í bjartsýni. Því að heimurinn er í raun og veru, við erum á miklu betri braut en við viljum vera að láta. Það var aldrei verið eins friðsamlegt þó í heiminum. Aldrei þó verið minni fátækt. En við erum ennþá að kenna einhverja gamla staðreyndir. En þetta finnst mér svo góð pælinga. Þú manst betur en ég eftir það er kaldastir í þessu óttin og svo er það Víetnamstríðið og svo er það þetta og svo er það þetta. Ég man svo langt aftur og ég man það þegar ég hlustaði á hádegisfréttirnar sem barn í örvæntingu og það var tvennt sem var minn lífsótti. Það var sem sagt kal í túnum og neikvæður vöruskipta jöfnuður við útlönd. Svona forn er ég. Já, það er alltaf eitthvað óttast. Náðu fréttirnar þá að selja þér að þetta veri það sem þú ættir að óttast? Já, foreldri mínir hlustuðu náttúrulega bændurnir, bóndinn faðir minn. Kal í túnum. Og svo vissu allir hvað neikvæður vöruskipta jöfnuður við útlönd. Þá var bara hægt á einhverju gengisfellingu. En ég er að segja jafn mikið og maður eins og núna myndi alveg vilja auðvitað getum við laga hluti með umhverfismálin og alls konar hluti sem eru svona, en við verðum líka stundum að benda á að hlutinir hafa aldrei verið betri en núna. Já, og það aldrei minni fátækt í heiminum, aldrei hærri lífslíkur, fólk hefur ekki haft það betra, allt þetta. Við gleymum stundum að hafa þetta líka svona til að minna okkar á. Og þá er gott að muna, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af plánetunni. Plánetin verður alltaf séð um sig og hún bara hendur okkur þá af ef við erum komin þangað. Þannig við skulum heldur ekki hafa áhyggjur af plánetinni, hún stjórnar sér sjálf. Mér tala líka svolítið í þessum umhverfismálum að það er alltaf svona, þetta er svona göfguð leið að mér er svo umhugað plánetun, ég er að reyna að bjarga plánetunu, nei, bara
Það mannkyni sem að drepa sig, sko. Tóm eigingirni, við erum að reyna að redda okkur. Já. Það er það Já, sem það er svolítið svoleiðis, sko. Og það er líka allt í góðu lagi, en þá líka auglýsi ég nú eina af hugmyndum Hjallastefnunar í náttúruvernd, sem þetta eru nú 30 ára gömul hugmynd, sem að byggir á nægjusemi. Það sem er mest umhverfis verndandi af öllu, er að sleppa eða kaupa. Það er rétt. Mergjað. Í minni sveit þurfti faðir minn að brenna rusli einu sinni á ári. Og ég man eftir því þegar við vorum flutt í bæinn í stórborginni Akureyri og mamma var ennþá að hirða jólapappírinn sem var brotinn saman og svo var hann straujaður og notaður næstu jól og ég man eftir okkur sískinum bara mamma, það er til jólapappír, það eru búðir á Akureyri mamma. En þá man ég mamma sagði þreytulega, krakkar mínir, það verður ekkert alltaf til nóg handa öllum. Það er frábær punktur. Þannig að þegar við tölum umhverfisvernd, þá heitir það nú bara að vera örlítið nýtnari og nægjusamari manneskja. Já, mjög góða punktur. Ég, einmitt, hvort það var Maggi Skeving sem var hjá mér í viðtalum daginn sem var að tala um þetta með að kynslóðin sem væri að koma upp núna myndi líklega fara í minimalisma. Það væri búin að vera í alls konar ismum, en það sem myndi líklega koma væri minimalismi af því það væri að koma upp kynslóð sem kannski svona efnisíkjan við erum aðeins búin að sjá í gegnum hana, sko. Já, ungt fólk í dag, það er allt öðruvísi en við. Já. Það er ekki svona upptekið af því að tryggja sér öryggi. Einmitt. Það er það sem við höfum gert á Vesturlöndum. Fólk er alltaf að vinna því að tryggja öryggi sitt og sinna og afkomenda. Við erum alltaf að stjórna framtíðinni og reyna að tryggja okkur í dag. En okkar unga fólk er vant því að búa við öryggi. Akkurat. Þannig að það þarf ekki að leita að því. Það er ekki með hennan kannski innbyggða ótta frá torfkófunum að það var bara erfitt að lifa af. Sko. Já, ég held að þessu er komin út úr því og þau eru það er eitthvað allt annað sem kallar á þau og mér finnst ungt fólk í dag vera hugsjónafólk. Mér finnst vera að sjá miklu meira hugsjónafólk en þá á allt annan mælikvarða heldur en við vorum. Okay. Ekki þröngar fylkingar, heldur hugsjónafólk hvað það varðar að bara vera góðar manneskjur og það hugsar bara á heimsvísu. Eitt frændi minn einmitt sem að bara er í sófafyrirkomulaginu, fer heiminn, óhræddur við að gista hjá öðrum, bara treystir fólki og ungt fólk sem að ferðast ennþá á puttanum eða fer og vinnur bara einhver staðar á nokkur stuðnið frá fjölskyldunni. Allt þetta unga fólk, það er miklu minna hrætt heldur en við vorum. Já, það er rétt. Það finnst mér svo stórkostlegt, því að þegar að óttinn minnkar, þá getur þú leftir að vera, ef maður segir meiri hugsjónamanneskja. Það er svoleiðis, af því að ef að það sem er frumkrafturinn í að drífa með áfram alla daga er ótti og hræðsla, þá er erfitt að vera hugsjónamanneskja. Það er svoleiðis. Þá setur þú bara augnum blöðkunnar fyrir og þá getur ekki leftir þennan munað. Þetta er eins og karlar sem að hafa vissulega ekki búið við launaskerðingu og sömu ofvinnu og konur og annað slíkt, en þeir hafa búið við það að engin járnsmiður eða byggingaverktaki fært á hugmynd að fara í 25% vinnu og fara að taka bara sagnfræði í háskólanum eða bara ferða svolítið heiminn og finna sitt innra sjálf. Engin blikkar auga yfir öllum konunum sem eru allstaðar að leita sinni innri konu, það er allt í lagi, en karlmenn eru ekki að leifa sér þetta, þeir hafa ennþá verið að skaffa og þessar blöðkur hérna, það er hamla oft útsýninu. Ég er einmitt að æfa mig í að stíða frá óttanum, ég er ekki lengur í daglegri stjórnun og rekstri Hjallastefnunar. Er erfitt að sleppa tökunum að svona? Það búið að taka mig nokkur ára að æfa það. Er það ekki? Já, en sem betur fer bara að vinja með svo frábæru fólki að það hefur hjálpað mér í gegnum þetta. En hvað máttu fikta mikið í, þú mátt gera hlutina dálítið öðruvís en er verið að gera í svona hefðbundnum skólum. Hvað máttu fikta mikið í? Minn en ég vildi. Já, einmitt. Það var það sem ég grunaði að segja. Já. En þá kemur aftur þetta, þú sagðir á þann að það hefði ekki hringt síminn út af eineltis niðurstöðunum. Þú segir þú ert með reynslan sýnir svolítið að fólk vill senda börnin sín í skólana þína. Skólana okkar. Já, þá ertu náttúrulega að gera eitthvað rétt, skólan ykkar. Já, og þá kemur spurningin,
ef að hefði opinbera sér, já, heyrðu fólk ennum svolítið bara að velja þessa skóla, það er greinilega hrifið að þeim. Þurfum við þá ekki aðeins kannski að prófa að færa hina skólan aðeins meiri þessa átt? Nei. Það væri eðlileg hugsun, skilur við. Já, ég meina, tökum bara barnaskólan okkur í Reykjavík sem dæmi, sem þar á lánslóð í færanlegum stofum og í 5 ár búið verið að reyna að leita varanlegri lausn. Þetta alltaf svona strögl. Og það bara gengur ekki hætishót og ég veit ekki eins og hvort sá skóli mun lifa af. En tökum sem dæmi að í allri Öskjuhlíðinni þar sem gott rúm fyrir valsmenn að byggja mikið og háskólinn í Reykjavík virðuleg og eftirsóknarverð stofnun sem fekk gríðarlegt land ásatrúarhópurinn að byggja þarna en þessi litli skóli fyrir lítil börn, það bara fæst engin staður fyrir hann. Nei. Þetta alltaf mikið strögl? Veistu það, þegar að Laufásborgin sem líka einn af okkar skólum Einmitt. Var keyptur af borgaráði og ein af fyrirmyndum mínum í lífinu, Valborg Sigurðardóttir, þáverandi skólastjóri, fósturskólans og svo sem að byggði bara mest upp gott dagheimilega kerfi á landinu, en hún barðist fyrir því gagnvart borgaráði að fá Laufásborgin að keypta fyrir börn. Og þetta voru kallað náttúrulega sturlu hallirnar, þessar 2 hvítu hallir með kastalast níðunni við Laufásveginn. Þetta þóttu meðal glæsilega bygginga borgarinnar. Og þegar hún fyrir 70-80 árum fekk borgina til að kaupa þetta, þá voru gríðarlegar umræður og mikil heift. Hvort að þetta glæsilega hús ætti að bara verða til þess að hafa einhverja krakka þarna og einhvern barnaleikvöll. Þetta þótti vitfirring. En hún hafði þetta í gegn og við erum í sömu baráttu núna í Öskjuhlíðinni þar sem pláss fyrir nákvæmlega alla nema lítil börn. Og ég er farin að halda að borgarstjórnin ætla að láta okkur loka. Nú þá verður það bara að vera svo, en það ekki af því að við séum ekki með biðlista. Það ekki af því að foreldra, þessi skóli var byggður af ósk foreldra. Hann hefur rekinn hvert ár að ósk foreldra. Þetta ekkert sem ekkert innit fyrir mig eða hjallastefnuna. En ef að foreldra segja alltaf, ef að foreldrar vilja að við séum til staðar, þá gerum við allt sem við getum til að vera til staðar. Ef enginn vill okkur, þá náttúrulega myndum við bara hætta. Einmitt. Það sjálfgefið. En það sem að mér finnst sérstakast í þessu, það að þegar það eru gerða tilraunir sem öðruvísi og síðan sína tilraunir þetta bara fólk vill þetta. Já. Það eru biðlistar, fólk vill meira. Þá þarf annað að drepa þetta. Já, en þá myndi maður hugsa af því við náttúrulega viljum öll bara að umhverju barnan okkar síðan sem best. Að þá hefði maður hugsað að það væri lógist að myndi núna hugsa, já, heyrðu, þarna sjáum við erum að gera svona tilraunir hér og þar til þess að sjá, heyrðu, þetta greinilega virka, við ættum aðeins að færa okkur meiri þess átt, skilur við. Þannig væri þetta í einu fullkomna heimi. En tankskipur Reykjavíkurborg með alla sína leik- og grunnskóla, það haggast ekki í einhverju smá ágjöf. En það að koma upp mikla í einu af okkar húsum eða það að við séum sett undir borgina með það, hvort að við getum verið til og hvort að við fáum yfir höfuð þrátt fyrir samþyktir, hvort við fáum yfir höfuð lóð fyrir húsinu okkar. Skilurðu? Að þá, og þú skynjar að það væri mjög æskilegt ef við myndum bara loka. Af því að þetta bara tóm vandræði. Einhver ágjöf getur auðveldlega sögt okkur. En þá verðum við bara að taka því, við erum lítil, en ég segi það eins og Hik hefur sagt það frá fyrsta degi, á meðan að foreldrar og börn hafa áhuga á hjallastefnunni, þá vil ég að hjallastefnun haldi áfram og það snýst ekki mig heldur allt þetta fólk sem það eru þúsundir sem eiga hjallastefnuna. Allt þetta starfsfólk núna og fyrr og allir foreldrarnir okkar fyrr og nú og bara fjölskyldunar okkar. Afar og ömmur sem að hitta mig og víðamangi og að þakka fyrir börnin sín og á meðan allar þessar þúsundir styðja hjallastefnuna þá á að halda áfram. Rétt. En ef við förum að verða kerfi og föst og ef enginn vill okkur, þá höfum við þau forréttindi umfram opinbera kerfið að við hættum bara. Já, ég skil. En þótt að opinbera kerfið verði gjaldþrota þá heldur það samt áfram. Það er hárrétt. Og ég ekki að grínast til að segja þetta, að þetta kerfi, ef að það væri á almennu markaði og þyrfti bara að sjá sig sjálft, það væri gjaldþrota. Og eitthvað ótrúlega spennandi myndi vaksa upp í staðinn. Kennarar myndi sjá til þess. Kennarar og foreldrar. Það aflið sem ég trúa. Ég trúi ekki á markaðsvaldið. Ég trúi heldur ekki á ríkisvaldið. Ég trúi ekki á neitt eitt vald.
Nei, ég sammálaði það. Það líka sammála Jörundi hundadagakonungi. Ég vil líka sér eitt stitt af honum. Ófyrirleitin anarkisti sem trúði ekki heldur á vald sem að takmarka réttindi og virðingu fólks. Og láta það vera lokaðurinn? Ég þarf að segja svo margt Heyrðu, þú ert að segja mig frá trésmiðinni og og podcastinu mínu og öllum mögulegu. Heyrðu, ég þarf að taka smá vasspásu. Tebolla. Viltu tebolla? Nú vil ég annan tebolla. Heyrðu, við erum ekki að fara meira með. Þetta allt og gaman. Heyrðu, það var smá bara svona, smá pása. Hlé. Þú ert alltaf í teinu. Hvað ert í mörgum tebollum á dag? Ég í 3. 3? Ég skamta mér 3 tebolla, mikil í nákvæmni. Okay. En ef mikil liggur við, þá fæ ég 4. En ekki seinna klukkan 4. Ekki seinna klukkan 4? Nei. Það svona cirka helmingurinn af koffínin í kaffi, ekki, í svörtu tei? Jú, nema stundum hef ég dálítið sterkt á morgna. En þetta ég þóla þetta betur. Ég drakk yfir mig af kaffi, ég drakk yfir mig af áfengi, ég reykti yfir mig. Og svo býð ég spennt eftir því að ég borði yfir mig af sykri. Þannig ég þurfi ekki meira. Það oft erfiðast að víði hjá mörgum. Sykurinn. Já. Flókin. Það er miklu auðveldur að geta hætt einhverju. Já. Heldur hún að vera svona í hófi. Ég er erfitt með að vera í hófi. Já, mann alltaf hættir ekkert að borða. Nei. Það er vandamál. Og það var sikur víða. Ég veit, hann er víða, hann er út allt. Já. Mér langaði svolítið, kannski svona þrennt, þú sagði mig frá trésmiðinni og podcastinu, en síðan langaði mig aðeins að spyrja þig líka út í þetta með útlönd, að þú hefur verið að halda mikið af fyrirlestrum í útlöndum og að vissu leyti kannski á einhvern nátt vaki jafnvel meiri athygli erlendis heldur en á Íslandi. Já, allavega svona annars konar athygli. Já. Og já, ég er búin að vera gríðarlega mikið í fjölmiðlum og hjallastefnan á bara víða heim og ég hef farið líka víða að fyrirlesa og ég er búin að fyrirlesa og svara spurningu fjölmiðlamanna á síðustu 10-15 árum miklu meira erlendis en nokkru sinni á Íslandi. Eru þeir þá bara forviðnir að vita hvernig þetta kerfi gengur upp og svona? Ísland er náttúrulega númer 1 í heiminu svona í skráðu og mældu jafnrétti og það er nú bara harðlega vel gert en auðvitað vekjum við athygli, þetta er öðruvísi nálgun, allt öðruvísi en fólk er vant að það sé byrjað að vinna með þetta ung börn með jafnréttis aðferðum tilteknum og þetta vekur bara mikla athygli og forvitni því að það eru engin fordæmi hjallastefnan í raun og veru þessi þáttur sem er uppeldi stúlna og drengja hvernig við styrkjum því á ólíka máta og annars slíkt að það var ekkert annað en það sem ég hafði lært af börnum ég hafði hvergi séð eða heyrt þessa vinnu ekki með leikskólabörnum. Hvað myndir þú segja eftir að hafa unnið öll þessi ár með börnum með jafnréttisumræðuna hún stundum komin oflangt þangað að við viljum afmá það að kynin séu ólík og við viljum einhvern veginn bara fá sömu útkomu og það séu jafn margir í öllum störfum og eitthvað svona. Við vorum þar og það var tíminn þegar við heldum að jafnrétti væri náð og það var tíminn þegar við vorum alltaf að segja já, bara nú þetta er nú bara komið og börn eru börn og en leið og við náðum þessu þá gátum við einhvern veginn bara að setja þetta til hliðar sem eitthvað stórt verkefni. En málið er að fyrir ung börn svona upp á svona 7 ára plus mínus að þá er kynið þeirra mikilvægast að breyta hann í lífið þeirra. Við sjölu til dæmis að ung barn er ekki nema fárra mánaða þegar það farið að skipta heiminum í tvennt. Það er að sortera allt í kvenkyns og karlkyns. Það svoleiðis? Raddir, viðbrögð, ólíka viðbrögð við konum og körlum. Það er farið að flokka meira að segja hluti og annars slíkt í kvenkyns og karlkyns. Á sama tíma og þau skilja ekki hvað aldur er eða kynþáttur eða litarháttur eða neitt. Að þá er það
kynferðið, þetta fyrsta breytan sem börn nota til að skilja heiminn. Fyrstu 2 árin að lífi þeirra, þá það mikilvægast að breytan til að skilja heiminn. Nokkura mánaða barn bara byrjað. Og svo segir fólk að það skiptir engu máli. Ég ætlaði að segja, upplifir ekki að það sé svolítið stór hópur í íslensku samfélagi sem ekkert móttækilegur að hrifin á þessum skilabóðum. Sem vill bara að þetta sé einhvern veginn svona, það búið að vera of mikið kallmenn eru búin að vera of mikið við völd og nú þarf jafnrétti og það bara kallmenn og konur eru eins og allt þetta. Já, við erum ennþá stöddar að einhverju leyti, en það vandamálið, þetta snýst ekki það hvort að konur eða karlar séu eins eða hvort að einhverjar heilaransóknir sýni einhvern mun á körlum og konum og annars slíkt. Það eina sem ég hamra alltaf á, að það að á meðan að kynferði skiptir öllu máli hjá börnum upp að þessum plus mínus 7 ára þroskastigi, að þá látum við eins og ekkert sé og á sama tíma eru þau náttúrulega með fyrirmyndir sem eru mjög kynbundnar og við erum ekkert að vinna með að það geti verið einhverju veikleikar í því hvað að strákarnir fara að skynja sér samkvæmt einhverju karla hlutverki sem verður til í huga þeirra og að stelpuna fara að skilgreina sig á allt annan hátt út frá einhverjum hugarmyndum sem bæði virðast að einhverju leyti svona byrja að mótast bara eins og ég segi frá fæðingu og svo kemur þetta félagsmótunu til viðbótar og niðurstaðan þessi að 2 ára gamalt barn það komið með að algjörlega mótað hvað það þýðir að vera stelpa eða hvað það þýðir að vera strákur. Bara þurfum við gjörsamlega skýra hugmynd að því og mesti ótti þeirra það að sýna eitthvað af því sem hitt kynið að gera. Því þá fer þessi fasti, talandi grunnskólafastan, en þá fer þessi kynjafasti að riðurlast. Og þess vegna getur það gerst að 3 ára barn fari að upplifa að það passi ekki inn í kynhlutverki sitt. Og 3 ára barn getur auðveldlega skynjað að það sé, stúlka hún sé meiri drengur. Og öfugt. En ennþá hef ég hvorki lesið né unnið með eða heyrt af barni á þessum aldri sem skilgreinir sig einhvers staðar mitt á milli. Það ekki fyrir en seinna, þau hafa ekki hugarþroska fyrir en eftir í fyrsta lagi eftir þennan 7 plus mínus sem hafa einhvern hugarþroska til að skilja eitthvað róf. Þarna eru þau annarkvort eða. Og þess vegna getur strákur upplifað að hann sé ekki að passa inn í hlutverki sitt og þá vil hann fá að skilgreina sig sem stúlku. Og þetta ætti ekkert að vera að því. Og fyrir stúlku sem að skynjar að hún ekki að passa inn í einhverja hugmyndir, einhvert fasta það hvað það þýðir, að hún skilgreini sig þá meira sem drák. En þarna einhverstað mitt á milli gerist ekki á þeim mesta mótunartíma bæði á heilanum og á öllu taugakerfinu þeirra sem sagt frá fæðingu og upp í þennan þetta eru nú ákveðið þættir en þarna við 7 ára plus mínus þá kynferði bara lykilatriði fyrir þau og þá gerist þetta að stelpur hætta að æfa koma aftur að því að æfa, þá var að hætta stelpunar að æfa eitthvað sem tilheyrir meira strákum að þeim finnst. Og það ekki alltaf spurningin verkefni. Það meira kannski áhuga og eiginleika. Að stelpunar æfa síður í blönduðum hópi, 4 stelpur sem að horfa á hvernig strákarnir að haga sér, þeir að taka meira blás, þeir að hávaðasamari, þeir með miklu meiri grófhreyfingar og taka yfir stóru leikvöngin og útisvæðinu og allt þetta, bara endalausar rannsóknir, að stelpunna fara að stíga frá. Því að þær hugsa með sér, horfa á drengin, hugsa, svo strákarnir hafa sér svona, þá ætla ég ekki að vera svona. Og út frá þessari ekki hugmynd, búa þau til sitt eigi hlutverk. Þessi krakkar, 3 ára, 4 ára, jafnvel 5 ára, og ennþá skilja þau ekki aldur. Dóttursonur okkar, hann var 5 ára og svo átti ég afmæli og hann spurði mig hvað ég verið gömul og ég bara, ég nú 62 og hann bara horfði á mig og sagði 2, sko, ég 5 ára og upplifði að hans tala verið miklu merkilegur en mín og sami drengur hann kynntist nýjum fjölskyldu meðlim sem er dásamlegur maður frá Bahamaeyjum
og afskaplega dökkur. Hann giftur elstu dóttur minni og þegar að þessi 5 ára sá hann, þá var hann var strjúka honum handlegginn og hann var svo hrifinn af þessum lit og sagði mamma, þegar við verðum fjölskyldan búin að vera á Kanaríöllsömmul, þá verði ég alveg eins og litin og David. Skilju, þau skilja ekki kynþátt, þau skilja ekki aldur, en kyn, já, það er það eina sem skiptir máli, þannig að það sem að má segja 30 ára vinna mín hefur farið að reyna að útskýra fyrir fólki, við megum ekki láta kynferðið takmarka reynsluna þeirra. Því að heilinn, hann þroskast, hann þróast, hann dafnar á grundvelli reynslu. Þannig þú verður að gefa öllum börnum sambærlega reynslu. Stelpuna verða að líka æfa vera hávaðasamar, að vera á hlaupum og fara ekki alltaf eftir fyrirmælum. En er þetta ekki mjög gott dæmi hvernig með því að gefa, að því ég hef alltaf verið að pæla í þessu út frá svona kynjapælingum að jöfn tækifæri versus jöfn útkoma. Það er að segja, jöfn tækifæri frábært, jöfn útkoma við munum aldrei geta... Nei, og þá segja, en ef við erum að leyfa einstaklingum að alast upp og fá sem víðasta reynslu, þá erum við að gefa þeim möguleika á að velja síðan það sem þau vilja út frá reynslunum sem þau eru búin að fá. Já, þetta er ekkert flóknara þetta og þegar þú segir reynsla, þá getur þú sagt sama sem heilinn. Hvernig heilinn þinn mun virka, það byggist á reynslunni þinni. En það er það sama, ég held stundum að háskólar í Íslandi bara hafa ekki ég held að þeir séu ekki að kenna nýjustu kynjafræði og nýjustu útgáfur af kynjarannsóknum. Mjög líklega ekki. Nei, þeir eru ekki á því. Það er ennþá verið að efast um að þetta skipti máli. Það er ennþá verið að efast um þetta og verið að vinna á grundvelli bara mjög gamallar þekkingar. Eins og aðri skólar. Jú, bara algjörlega, sko. Ég veit ekki að svolítið síðan að ég var í háskólanum, en þegar ég var þar, þá var, sko, því ég til dæmis var að læra sálfræði og pabbi minn með doktorsgráði í sálfræði, þannig ég var alltaf með hans hlið þegar ég var í náminu. Hann var að koma af nýjustu ráðstefnunum í Boston og eitthvað. Það var að vera að kenna alltaf hluti heldur en að vera að kenna mér í háskólanum, sko. Var það ekki? Jú, bækurnar löngornar úreltar. Núna erum við að tala sama tungumál. Það er bara þetta sem gerist. Og svo náttúrulega með reynslu, þegar ég var í barnaskóla og í gagfræðaskóla, þá fengu stelpur eingöngu að fara í sauma og prjóna og matreiðslu. Strákarnir fóru í smíði og þetta saman. Og ég hafði ekki eins og hugmyndaflug til að mótmæla. Og niðurstaðan náttúrulega var svo að ég var í saumaskapnum og prjónaskapnum og ég fann mig ekkert í því. Yngsta systirinn með bara hræðilega flinkar konur fyrir ofan mig sem geta allt í höndunum og ég var bara haldið mikilli minnumáttakend og var ekkert mjög flink. Á meðan að marga stelpnana voru bara æsilega góðar í þessu og meðan ég barðist sveitt með nálina í skildustykkjunum eins og það hér, þá bara fóru þær hamþunum, þær fóru bara með heiminskautum í einhverjum aukastykkjum. Og ég endaði alltaf með að koma með skilduna heim rétt fyrir handavinnu sýninguna og þá var nú móðir mín svo skynsum að hún setti bara systurnar mínar í að klára þetta fyrir mig. Þannig að ég hafði megna vantrú á mér eftir skildunámið, hvað var það í verklegt nám? Ég var bara samfærð að ég var svo klaufsk í höndunum og þetta var ekkert fyrir mig. En að því mér gekk alltaf mjög vel í námi, það er þetta í bóklegunámi, að þá var bara alltaf mörkuð braut fyrir okkur. Það voru, þegar ég var að klára gaggana, það vorum bara við sem að vorum með hæstu einkunnina sem fengum að fara í landspróf og síðan urðum að standast landsprófið til að fá að fara inn í mentó. Það var bara sorterað hart. Þannig að ég hef alltaf á æfminni þegar þarf einhver endurnýjun og svona, þá fer ég bara í háskóla, í bóknám að læra eitthvað meira og spennandi. En þegar ég var að draga úr vinnunni, síðasta vor, að þá hugsaði ég bara, já, nú þarftu að fara í smá uppbótarvinnu við sjálfa þig, ég held að stefnum við köllum átt uppbótarvinnu, að þegar þú ert að æfa nýja reynslu og ég segi, já, hvað uppbótarvinnu getur búið sjálfu þér upp á? Og ég sá smíðanámskeið auglýst. Ég skráði mig og var í innskólanum í Hafnarfirði allan júnímánuð og tók 2 kúrsa og nú er ég 2 til viðbótar í tekniskólanum. Ég er að stefna á að ljúka 4 fyrstu kúrsunum í húsasmíði og húsgagnasmíði. Ég veit ekkert hvað ég er að gera. Hvað verður úr þessu? Æfa heilan í þér. Ég er að æfa heilan í mér og reyna að fá meiri tiltrú á því að ég geti gert eitthvað í höndunum. Að ég sé ekki bara bóknámsræfill.
Þetta ótrúlega sérstætt hvernig maður skilgreinir sig, af því ég til dæmis átti mjög auðvelt með bóknám. Já. Og síðan ég ekki að fatta það fyrir núna að ég hef alltaf einhvern veginn svona ómeðvitað, hitt ekki alveg fyrir mig, ég kann það ekki, ég get það ekki. Akkurat. En ég reyni það aldrei. Já, nei, ég veit Þú veist, ég er bara búin að ákveða. Já. Þetta er ekki fyrir mig. Já. Þetta er ekki fyrir mig. Og þetta sem gerist, það alltaf verið að sortira okkur og þar með er verið að gefa okkur allt of ólíka reynslu og þar með situr heilin uppi með þá reynslu. Við skulum átta okkur á því. Auðvitað höldum við áfram á þroskan og ég er farin að fá aðeins meiri trú á mér og þeir eru reyna að tala mig niður í skólanum ég með frábæra kennara sem segja halló, þetta gengur mjög vel, þú getur þetta það er eðlilegt að gera mistök, þú lærir af mistökunum og ég bara sem að hannaði mistöka æfingar í heilri skólastefnu þarf að býti í það súra epli ég er að gera sömu mistökin þannig ég er að læra að smíða og svo líka þegar ég ákvað að draga mig út úr stjórnun og rekstri vegna þess að það bara er stórkostlegt fólk allstar í öllum skólum og í rekstrinum og ég þarf engar áhyggjur að hafa. Ég er búin að skila mínu verkefni. En mér langaði áfram að geta tala við foreldra og mér langaði áfram að ræða börn. Því að eins og þú sagði réttilega í byrjun, þetta er áhugasviðið mitt. Algjörlega. Það er bara ástríðan. Já, það bara skína þér. Og bara, ég held að það hafi verið láni mitt að vera oft ólukkulegt barn. Með móður sem bara eins við geðveiki og ég var bara ofta að glíma við tilveruna. Þannig að mín ástríða, hún er gagvat börnum af því ég veit hvað það getur skipt miklu máli. Fyrir börn, það er ekki bara foreldrarnir sem bera ábyrgð. Það eru allir sem koma nálægt þeim. Og ég hef verið mikið að fyrirlesa alltaf hreint hjá foreldrum, ekkert bara hjallastefnu fólki, heldur miklu víðar og ég hef verið að gefa út uppeldisbækur og ég hugsaði hvað get ég gert meira til þess að geta haldið áfram að tala við fólk börn og svona. Og ég ákvað að gera podcast. Já, æðislega. Fjölskyldan EHF. Fjölskyldan EHF? Ég er búin að tala og segja fólki frá þessu í mörg ár. Bara hugsaðu fjölskylduna þína. Hugsaðu bara hana sem hvert annað fyrirtæki. Og sem að þú þarft að verja gjaldþroti, hvort sem það er nú gjaldþroti í feigðaróstnum eða annar staðar, bara hugsaðu á sama hátt. Þú tilir þessu gríðarlega mikilvæga fyrirbæri og hvernig ætlað þú að leggja þig fram og hvernig er best að sinna fjölskyldunni, fjölskyldunni EHF. Þetta er sko algengasta og lífseigasta fyrirbæri sögunni. Algengasta einkahlutafélag manngeirsögunni. Já, það er bara þannig. Og svo er náttúrulega ef það er gjaldþrota þarf að skipta öllu og það getur bara verið býstna erfitt. Jú, rétt. En ef þú myndir nú gefa jafnmikla athygli eða jafnvel bara part af athyglinni sem þú setur í daglauna vinnuna þína í fjölskyldunni EHF, hvað þá? Og ertu þú að tala við fólk þetta þá? Dóttir mín sem er uppeldisfræðingur og þölvanu hjallastefnu kennari þrátt fyrir aðeins 23 ára aldur að hún er búin að vera í þessu podcasti með mér og svo er ég að fá aðra í fjölskyldun inn í þetta 7 ára sér að kynna og eiga loka orðin í þáttunum og þannig erum við bara hjálpast að fjölskyldan með að deila því sem er að gerast hjá okkur því að Sölvi, það sem gerist í einni fjölskyldu það gerist í öðrum líka. Rétt. Þannig að þetta er podcast sem við erum búin að halda úti núna síðan í vor. Er þetta ekki líka svolítið skemmtilega, þetta er svona svo æðislegt við nútíman einmitt að það hér áður fyrir hefði verið svona ekki mál að vera með eitthvað svona svo í sletti broadcast sko. Núna er þetta svo lítið mál. Það er bara allir geta verið með sinn fjölmiðil og bara þeir sem vilja hlusta, þeir hlusta og bara gaman. Já, og hérna þetta er ella hef ég þurft að selja einhverjum fjölmiðli að ég væri áhugaverð uppeldismanneskja og það er engar líkur að ég geti held í samfært og það að fara að gera einhvern þátt sem væri bara uppeldismál og börn og jafnrétti. Mér finnst þetta svo frábært þegar milliliðurinn er orðin óþarfur. Hann er óþarfur, þannig ég ákvað bara þá að gera þetta sjálf. Og það er alltaf gott líka hugtak fyrir hlaðvarpið. Við erum öll að þvælast með orðið. Konan mín kom fram með það góða orð podcast. Podcast, já. Já, því maður er að malla þetta heima. Þú veist. Podcast. Og svo kastar þessu bara út í heiminn. Hver sem getur heyrt ef við komandi vill, en enginn þarf að hvorki að sjá eða hlusta. Skilurðu? Hvaðan kemur orðið hlaðvarp? Ég hef aldrei alveg skilið það. Jú, þú ert að varpa náttúrulega einhverju út. Og það er að hlaða því niður þannig að þetta er ekki línulegt.
Þannig þetta alveg skynsamlegt orð. Jú, þetta skynsamlegt orð, sko, en það einhvern veginn, já, veit ekki. En ég ætla að mæla með hugtækjunina Lilju minnar. Podcast, hvernig finnst þið það? Mér finnst það fín pæling. Af því að þú ert, það getur allir bara malla sína blöndu. Þú ert að kasta pottablöndunum þinn út í heiminn. Já, og svo fólk ræður hvort það vill eitthvað vita af henni. Einmitt. Finnst þetta ekki geggjað? Mér finnst það æðislegt. En sem sagt fjölskyldan EHF. Já, það er gott. Og er þetta ekki hefur þetta ekki síðan líka góð áhrif á ykkur að vera að gera þetta saman? Jú, þetta er rosalega gaman. Hei. Og svo er Hjallastefnan líka með sem sagt podcasti Hjallastefnan heima. Það sem er meira bara að vera að horfa á leikskólaaldurinn og svona vera að benda fólki á triksin sem við notum og svona. Og uppeldismál eru bara einfallega eitt af því sem er ekki rætt. Bara ef við fengjum ámáta tíma í fjölmiðlum eins og uppeldismál eins og Trump fær ókeypis. Hvað finnst þér það? En þá kemur aftur að þessu sem er svona þetta sko, ég vil meina þetta sé svona einhvers konar 50-50 í báðar áttir með fjölmiðla, að fjölmiðlar eiga á einhvern nátt að ákveða efni sitt sjálfur, en svo eiga þeir líka að gefa fólkinu það sem fólki vill. Já. Og neytendurnir bera líka ábyrgð, að ef að þeir lesa svona og hlusta svona mikið á eitthvað, þá verður meira af því, sko. Já, það er alveg rétt. Mér er svolítið svona, ég sá þetta þegar ég fekk til mín stelpurnar 2 sem fóru heim með ensku landsliðsmönnum við fótbolta í viðtal. Jú, akkurat. Þá voru mjög margir að býsnast og hneykslast, sko, en það var mesta hlustunin og það viðtal á öllum viðtalunum mínum, sko, og áhorf, sko. Er það ekki? Já. En þetta þykir, eins og þú sagðir áðan, reyndur fjölmiðlamaður, þetta þykir ekkert mjög fínt umfjöllunarefni. Ekki nógu fínt. En þá kemur aftur þetta bara, það voru þekktir erlendir einstaklingar að brjóta lög í landinu. Já. Og þetta voru forsíðum allra blaðbitu, í hvaða heimi er þetta ekki fréttnæmt. Já. En þá er það bara, þetta er ekki alveg nógu fínt fyrir okkur. Nei, ekki alveg nógu fínt. Nei. Ég hef alltaf verið... Nema náttúrulega að dæla skömmum yfir þessar stúlkur. Einmitt. Sem að eru uppaldar í nákvæmlega þetta og eru bara hluti af þessu samfélagi að sem stúlkur þurfa að vera bara opbóðslega sætar og sjarmerandi og heitlandi og annars líkt. Jú, og síðan líka bara ef maður fer nú ofan í það að maður fer eitthvað aftur í tíman og hugsa bara ég var í ungu maður og það var einhverjar atvinnu íþróttakonur, var ekki bara alltaf læg það að maður gerði, skilur ég ef maður bara geggjaði fyrirsætur, býðu eftir þeir í röðum, heldur þeir ekki að þótt að aðeins gaman? Algjörlega. Nákvæmlega. En í staðinn fórum við náttúrulega dálítið út í að... Þetta opnaði rosalega mikið, þetta sýndi rosalega mikið hvað við erum fordómafull. Já, og það lág við bara að þetta væri sem sagt meira vandamál. Einmitt. Að þær hefðu þegið boð frá einhverjum strákum, heldur en að enska landsliðið hafi ekki getað að passa sína menn. Einmitt, það er bara algjörlega, því mistökin voru leikmannana en ekki stelpnanna, sko. Já. Þeir höfðu öll að tapa, sko. Þeir höfðu náttúrulega öll að tapa. Þær voru bara stelpur og gaman að hitta einhverja sjarmerandi sæta stráka. Og Bretar með eiga það að þeir eru til dæmis öllu kurtisari en flestir íslenski karlmenn. Rétt. Við erum ennþá með ástandshugsunina. Já. Alltaf bara að sofa hjá Íslendingum. Heimurinn er stór. Já, við erum að verða nokkuð góð, við erum búin að vera einnig meir en 2 tíma. Ertu að grínast? Nei, ég er ekki að grínast. Ég er búin að gleyma tímanum. Já, svona er þetta. Svona er lífið. Það er alltaf gott. En ég er líka búin að hafa 2 góða tebolla. 2 góða tebolla? Já, þannig nú á ég bara engan eftir. Við erum alveg dásanlegt að spjalla við þig, sko. Alveg æðislegt. Sömuleiðis minn, kæri. Frábært að fá þig heimsókn. Við erum búin að fara nokkuð vítt og breytt. Finnst þið ekki? Það er mest gaman. Langmest gaman. Láta flæða. Á dálítið anarkískan hátt. Helst. Er það ekki? Jú. Reynum ekki að stjórna framtíðinni. Lífi anarkismin. Leifum ekki, reyndu ekki einu svona að stjórna næsta klukkutími í lífiðinu. Það er svolítið gott, sko. Það er það sem COVID er að kenna okkur. Lemja okkur aðeins til hlýðinni. Æðruleysi. Bara róið ykkur gott fólk, þið ráðið hvort þið er ekki neinu. Róið ykkur gott fólk, reyna lífið núinu og leifið ykkur sjálfum að njóta anarkismans. Góð lokaorð. Takk æðislega fyrir komuna. Takk sem þetta var geggjað.